Já, góð kvöldi morgunin eftirmiðdaginn. Já, takk fyrir að hlusta. Já. Það er hörkuð þáttur í kvöld. Heldur betur maður. Já. Og þessi er búin að vera lengi á blaði. Ég hugsa að hlustendahópur þessara þáttar skarist talsvert. Hann er að krossa, sko. Og það eru ansi margir búin að koma að mála um mig. Já, ég fekk mörg skilaboð í dag, 2 að mínum upp á slaðvarpi. Og lýsi yfir miklum spenningi. Þannig að sem ég get tekið undir, ég er sjálfur mjög spenntur fyrir þessu þetta. Samanlega. Miklir höfðingjar komið til okkar hingað heim. En áður en ég kem að þeim, þá vil ég aðeins minna á Sútöp. Og 2 glæsilega klæddir menn komin í setti til okkar. Já, með bleiktbindi. Já. Ég vissum að okkar menn í Sútöp eru ánægðir með þá, en Jakobet skyrtur yfirhafnir. Þeir eru líka með glæsilega skó. Já, við vorum að tala líka síðasta þetta með útskriftinnar, að þeir eru náttúrulega líka með hellinga tilbúni í Jakobettum. Já, þeir eru með allan pakkan og svo er þetta strúktúrlægið. Ef þú átt lóð á lausu, já. þá er þetta sjálfsögðu bara til hamingju með það, en ef þú vilt gera hvað veina, þá er það strúktúrmenn. Yes, þeir græða einingahúshandaðir ASAP. Já, og ef þú ert með glugga eða hurðalaust hús eða þarft að skipta, sem er nú kannski öllu líklega, þá er það einnig strúktumenn sem þú ert að heyri. En gesti tjassadark í kvöld er hlaðvarpið Þjóðmál, Stefán Einar Stefánsson, góðvinni þáttarins og Gísli Freyr Valdirsson, þáttastjórnandi Þjóðmála. Verið hjartanlega velkomin, strákar. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir. Loksins náðum við saman. Já, hvernig líkur á okkur? Vel. Já. Hvar varst þú, Stefán? Hvar var ég hvenar? Hvaðan ert að koma núna? Já, á þessari stundu. Hver er þú? Og hver ertu? Já, hvað er að gera hérna? Ég álpaðist bara hér inn. Ég ætlaði að fara á Nings og ranna á lyktina hérna. Nei, ég er að koma úr Keflavík. Já. Og kannski eins og heyrist á mæli mínu, þá er ég stúðhullur af kvefi. Það fyrir að taka svolítið toll, það er mikla ferðalag sem ég hef verið á ringin í kringu landið. Það búið álag á þér? Nei, það sagði ég ekki. Ég sagði bara að ég hef verið að ferðast mikið og þetta fyrir að taka svolítið sinn toll. Ég er búin að hitta svona eins og forstaframbjóðunir, hundruður, ef ekki þúsundir manna. Og núna í kvöld var ég að yfir hérna. Hann er svona svo frambjóðandi með svona bólgin úrlið núna, búin að hilsa svo mörgum. Gætur þú kannski nutta mig í Ísland með þetta saman hérna? Gætur þið nutta mig hérna upp úr þessum Budweiser? Satt það sé gott fyrir liðina. Nei, en þá, Halla Tómasdóttir var í Keflavík að ræða okkur Andrés Magnússon á þessum svokallaða forsetafundi, sem er sá síðasti af 5 sem að Morgunblaðið efnir til. Já, og hvernig stóð Halla sig? Já, það er kannski ekki mitt að dæmi það, en það var gríðarlega fjölmennt á fundinum. Stefán hefur yfirleitt ekki mikla skoðanir? Nei, einmitt, hann svona felur þær oft. Já, ég skal segja ykkur þetta bara í prívatsamtala eftir. Já, aldrei veitir að við tökum það samt upp. Það er þá ekki í fyrsta sinn. Þið gangið undir nafninu Bára og Klausturbarn á mínu heimili. Bára eftir þetta. Sjaldan er 1 báran stök og það eru 2 hérna fyrir fram að mig. Nei, þetta var mjög flottu fundur og Halla er auðvitað á hvínandi siglingu samkvæmt nýjustu könnun maskínu og það er nú svo sem eitthvað sem að menn sá dálítið skrifaði skýin svona síðustu sólarhringana. Hún hefur sýnt þetta áður, maður ekki gleyma því, 2016 þá var þetta svipa pattern. Risið var reyndar ekki jafn ört eða skarpt þá eins og nú og núna er bara spurningin hvort að hún geti skákað Katrínu Jakobsdóttur og það voru tæplega 300 mann sem að mættu á þennan fund þráttir mikla dagskrá vítt og breytt Keflavík og Njarðvík í kvöld að það er augljóst að það er mikið stemning í kringum frambúðið og eru þetta sönnun þess sem að oft er talað menn kannski menn sjá ekki alltaf einhvern veginn svona bara handfast eins og núna að tímasetningar skipta máli að Halla Hrund, hún náði gríðarlegri siglingu og menn töldu bara nánast að þetta væri komið í höfðjáni en núna er vindurinn að þér virðist að talsveruleyti úr þeirri blöðru. Algjörlega, við förum betri forsetakosningar eftir eða ekki? Jú, klárt mál. Við erum með heilan dagskrálið kring það. Já, Gísli,
ert þú líka þú út við hesta að heilsa eða eitthvað? Já, allan ennþá Ólíkt mér. Sjáum til eftir kvöldið í kvöld Hann held ég mestar áhyggjur af því að hann er að fara með mér til Helsinki á sunnudaginn. Já, hvað er að fara að gera þar? Ef að upplýsa það. Já, ef ég má spyrja. Já, þú ræður Er það? Er þetta hérna lindamál? Það er enginn að hlusta. Nei. Jú, við ætlum að vera viðstaddir mikinn viðburð á mánudagskvöldið, þar sem að Michelin staðir á Norðurlöndunum verða útnefndir fyrir árið í ár. Það er að segja þeir veitingastaðar á Norðurlöndum sem að hljóta Michelin stjörnu núna, þeir verða útnefndir hérna við Hátíð Athöfn og við erum þar boðsgestir. Já, skýrist nú reyndar að því að ég er umboðsaðlega dreifingaraðli Charles Heidsieck kampavínsins á Íslandi. Hundurinn minn heitir Charles Heidsieck, svo að það sé svona undirstrikað hversu nátengdur í þessu góða húsi, og þeir eru aðal styrktaraðli þessarar athafnar í Helsinki. já, Þannig að ég fekk boðsmiða og þá auðvitað bauð ég Gísla og Herði Ægi sinni vinn okkar og kollega á Innherja og þeir koma þar sem blaðamenn já. og ég ferð þangað bara til þess að drekka kampavín. Já, það ekki. Jú, Gísli ætlar Það að taka... er bara svo hver annar dagur Er það ekki? Ætlar að taka búnaði með en Gísli ætlar að taka Já, þáttana? ég hugsi, gera það Já, Tökum við verðum að taka þátt það. Já. Vont að vera með stípla nef þegar út að gæða þér á þessum réttum ætlanlega. já, það gengur ekki. það bara gengur Ég held ekki. að ég fari í stera sprautu á morgun og láti redda þessu. Já, þú verður að gera það. Ég er með mjög góðan hálsnef og eyrnalækni í kampavínsjörleinu hjá mér. Einar Tórótsen, snilling. Já. Þannig að hann mun sennilega bjarga því sem bjarga verður. Það er ljómandi gott. Gísli Freyr, hvernig ef við byrjum á því, hvernig byrjar þjóðmál? Já, góð spurning Þetta var auðvitað tímarit áður sem að Jakob Ásgeirsson stofnaði og Óli Björn Kárason keypti síðan og ég keypti það af honum 2017, gaf það út sem tímarit sem kom út ársfjórðungslega og svo bara ákvað ég að keyra á þetta hlaðvarp 2021 og ég taldi bara þá að það væri örugglega vettvangur eða svona eftirspurn eftir því að geta rætt borgarleg sinnuð málefni frjálsamarkað og allt þetta svona hægri málefni á þess að vera með einhverja öfgaumröðu og bara byrjaði bara að taka upp og fekk með henni svo Stefán og fleiri til að koma og taka þátt í þessu með mér og vera reglulegi gestir og ég held svona að það hafi verið rétt mat sko. Já, klára. Var stefnin alltaf að vera fleiri en einn hversunni eða Gorski Stefán í Hörðu voru fastir til að byrja með það? Nei, þeir þurftu að vinna sér í réttin sko. Og Tók svona tíma, ég þurfti aðeins að venja það við sko. Við erum nota benni ekki fastir í dag heldur. Nei, ég er ennþá að skoða þetta Þeir eru ennþá í prófi. Já, við komum bara þegar mest líkur við. Þegar þjóðin stendur á öndinni þá setjum við bara bláu ljósin á toppin og komum á staðinn á bláa skriðdrekanum. Nei, svo er þetta bara undir upp á sig og bara fáum góð viðbröð sem er bara mjög skemmtilegt. Já, það var einmitt einspurningarna. Hvað segir skrimsladeildin í dag? Já, sko, hún... Við erum alltaf með hana þeirra framar okkur. Já, hún fundaði náttúrulega ekki í dag. Þið haldið það sko. Já, við erum nú búin að nefna þetta heitir ekki skrimsladeildin lengur, þetta er skrimslastofa. Já, og það eru jöfnkynja hlutu og við pössum upp á allt svona öll ekki málefni. Já, við gefum út samfélagsskýrslu á hverju ári. Sýnum samfélagslega ábyrgð. Já. Það var eitt sem sagði við með daginn sko að skrimsladeildin væri til svo lengi sem að fólk tríði að hún væri til. Já. Það er mjög ágætist svona sett upp sko. Já. En ég hef oft hugsað þegar maður les fréttir eða fréttaskýringar eða sér einhver umræða á samfélagsmiðlum þessa svokölluðu skrimsladeild. Ég vildi að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn og jafnvel aðrir flokkar væru vel skipulagðir eins og fólk heldur. Það væri frábært. Já. Og við værum svona klárir eins og fólk heldur. Já, sem er alls ekki. Nei, alls ekki. Ég hef velt fyrir mér og nefnir þetta með trúna og hún getur flutt fjöll en sko ef að Jóhannes úr Kötlum væri uppi núna hefði hann þá ort kvæðinu jólasveinana eða bara skrimsladeildina? Já, góð spurning. Ég held að það hefði ekkert verið jólin koma, bara skrimslin koma. Og ég veit vinstri menn í Vesturbænum sem að hræða börnin sín með sögum að skrimsladeildinni. Já. Hannes í Hólsteini og mér og Birni Bjarnarsinni og fleirum. Þetta er þetta óguleg tilhúsum. Já, fyrst þú minnist á þetta. Við erum vinnir á Facebook, Stefán, og ég hef gaman að forsviðmyndin einni. Já. En talað skrimslasögur í Vesturbænum, sko, ég hef sjaldan hlegið jafn mikið af einhver sem ég lesa á Facebook og þegar að hvernig var aftur orðalagið. Það er aldeilis uppi á hádegismóðamönnum tippi núna og Stefán svarar hæl. Já, ég þarf þó ekki pillur
allra síst frá Agli Helgasyni til þess að ná honum upp. Ég byrja nú að benda Jakobi Bjarnar á það að það væri betra að ná honum upp en ekki og hann auðvitað hefur samanburðin en ekki ég en svo fórum við í þetta pillumál með Agli. Já, mér fannst það þrælgott. En áður við kveðum þjóðmálun almennt, sko, viljum við bara hrósa ykkur fyrir, og þeir sérstaklega Gísli, þetta frábært lag. Já, takk fyrir það. Verðum við ekki að hrósa þeim? Og sömuleiðis. Já, alveg frábært, miklu betra hjá ykkur. Við myndum hérna svona skjallbandalag. Já, algjörlega. Nei, þið eru flottist. Þið eru miklu flottist. Nei, þið. Við erum reynda betur klæddir en það er annar mál. Já, það er ekki Við erum ekki breyka. En eru Sútup, eru þeir ekkert að bæta? Er eigið ekkert að gefa á okkur eða? Jú. Hann er hlýtur að Við komum betur klæddir næst Bjarni Ben er gestur næst, þannig að við verum í sútið þá. Ég viðurkenna að Egill sendi mig pillum daginn, sko. Já, bara ekki láta þetta gerast aftur. Við getum eiginlega ekki verið að mæta þetta ef þetta er svona. Nei, ég ætla að labba út núna. Ég var reynda fyrir mjög harkalegri gagnrýni. Við heldum bjórkvöld á Kringlukráni fyrir nokkur síðan. Ég mætti. Þú mættir og sætla minninga. Hvernig getum við gleymt því? Hlóst manna hæst. Já, þannig voru Þetta var skemmtilegt. á 700, nei, hvað voru margir sem mættu? Já, 3000 manns eða? Já, allána. og hérna, ég var fyrir aðkasti út af peysunni sem ég mætti Eðlilega. og hefur reyndar orðið fyrir frekar aðkasti síðan. Það er svona Ruby peysa sem ég keypti í herrakallinum Já, og hérna, menn voru að halda því fram að ég var að reyna að stæla Kanye West eða hvað hann heitir. já. sem ég þekki nú hvorki hunni spóla á, ég hef aldrei hitt hann að geta mann en það er svona, menn verða að vara að segja á því hvernig þeir mæta að dressa þeir í þætti og upptökur. Já, sérstaklega þeir eru með minnum fólk að það, við erum á YouTube líka. Já, endilega. Það sem vilja horfa á þessa glæsilegu mynd. Já, þið verður nú eiginlega. Það er ekki nóg að hlusta, það er að horfa á það líka. Skuldið sjálfum ykkur að sjá þessa menn í mynd. Sannleikurinn ætla bara að sá að við erum báður að koma bara beint úr vinnu, sko, þó að sé hérna seint kvöld, þannig að þess vegna erum við kannski svona klæddir. Já, við vinnum ekki hjá henni opinbera. Nei. Það er engin stytt í vinnuvikan hjá okkur. Nei, miður. Strákar, hver er besti þjóðmálaþáttur of all time? Þessi góð maður. Að ykkar faglega mati? Já, þeir eru nú eiginlega nokkri, sko. Já. Marathonþátturinn síðasta sumar, þetta var mjög skemmtilegur. 4 tíma þáttur. Já, sem var haldinn á uppi hann eða ekki. Já, tókum hann upp á uppibar og ákvæðum að búa til þátt þannig að fólk gæti hlustað á. Það tekur svona cirka flesta, kannski 4 tíma að hlaupa marathon. Þannig að þetta svona, ákvæðum búa til þátt sem að fólk gæti nota þá til að hlusta á meðan. Og það tókst mjög vel, fengum marga gesti og skiptum út gestum og svona inn á milli. Og hérna, Stefán sætla minninga. Já, mér var skipt út of seint skulum orða en fyrir nú ekki nátt í það besti þátturinn er þó á nokkuð svafa þátturinn þegar þú varst með COVID og ég var gestastjórnandi. Nei, það var ekki en þetta, það er einu þátturinn sem ég hef ekki mætt í sjálfur. Síðan, margir skemmtilega, áramótaþátturinn var skemmtilegur, mér varst mjög gaman að fá Þorsteinn Má Baldursson í viðtalundaginn. Já, mjög mikið og sá þáttur fyrir góða hlustun og svona, hann tjánur svo ekki oft, kallinn. Nei, einmitt. Þannig að það er, alls konar. Já. Er einhver gestur sem langar að fá í þjóðmál sem þú reynt að fá en er ekki hægt að fengi? Einhver svona, við erum með nokkra, við erum með Björg Tór sem dæmi, skilur. Já. Moby Dickin okkar, sko. Já, það myndi landa honum, það var það mjög gott. Nei, það hefur, sko, ég veit ekki þetta sagt alveg fullt saman, sko, það var engin sagt nei. Nei. En sko, það hafa verið, á þess að ég sé, hljóma kannski hrókavöld að segja þetta, það hafa nokkri klukkað mig að vilja koma. Já. Sem ég hef ekki endilega vilja fá. Og förum yfir það, hverju það er? Ég er þetta með lista yfir. Nei, og það er sko, það var eitt félag minn sem sagði sko að það ætti náttúrulega að gilda bara svona power-reglum sko, að þeir sem vilja hvað mest koma, að þeir fá ekki að koma. Alveg svo þeir sem vilja verða power, þeir verða ekki power sko. Einmitt, já. Þannig að ég ætla að taka upp power-regluna í þjóðmálum. Já. Ég er endar með þá kenningu, það er algjört framhjálp, ég er auðvitað guðfræðingur að mennt og ég kynnt mér kaþólsku kirkjuna og kúríuna og það er hvernig pákjör fer fram. Það er sérstaklega dagskrárlegur þá eftir. Nú, ok, já, þá kannski býðið með það. Ég vil meina að þegar þeir fara inn í Sixtinsku kapelluna, að þá sé páinn valinn með stólalegg. Það er eitt settur á orgelið með bundið yfir augun og svo bara er einu stól keypt út. Það er aðeins eitt sem það þarf auðvitað ákveðna svona líkamlega burði til að vinna stólaleggi. Það geta tekið öxli á. Það rennir ekki stóðmyndir. Nei, það rennir ekki alveg stóðmyndir. Þeir virðast alltaf velja þann sem er næstur því að komast til himna. Er það ekki bara svo sem er fyrstur úr leik sem að er valinn það? Kannski eða það. Já, kannski þetta minna það að fyrsti þáttunum með Stefáni, hann er eldgamall en hann er helviti góður, það fengum við að kynnast mannum heldur betur. Þáttunum eitthvað 40, það var mjög snemma. Alltaf gaman að fá Stefán. Og er þetta sami maðurinn? Finnst ykkur
Þú ert náttúrulega núna orðin aðeins frægari Já, og maður sér það alveg á þér. Það var Ekki minna að ná það sko. dýrari bíll og Þetta var heilsa Dýrari sút og- Já, þetta er Hvað heitið þið aftur? Já, algjörlega. En ef við færum okkur yfir í forsetakostingarnar, strákar maður reglulega spurur nú erum fengið margir viðtal Já. hvern líst þið best á Já, maður fær þetta mjög oft. en við erum kannski meira í kaffistofuspjallinu og meðan Stefán Einar, þú hendir mönnum á Teinið. Já, átt fínt grill það er jafnvel betra hann í spurmálunum sko. Ég á nú reyndar 5 grill heima og það er ekki grín og það er fyrir utan sánaofnin sem er hægt að nota til að grilla finnar til dæmis hitta pulsur á sánaofnum þannig að svona tæknilega séð á ég 6 grill en svo já, það er nú annar mál já, ég hef auðvitað verið að taka þessi spurmálu viðtöl Og fengið bátt fyrir. já, það er einn og einn sem að hefur svona, hótaði myrða mig og hvaðina, það er svona gengið umsög en heilt yfir er fólk mjög ánægt með þetta Algjörlega. og það greinum við fyrst og fremst auðvitað á áhorfstölum og lestri þeirra frétta sem að verða til uppbúðum viðtölum og ég hitti fjölda manna á hverjum einasta degi sem að þakka fyrir þetta og vilja meina að þessi viðtöl hafi móta skoðun sína á því hver ætti að vera næsti forseti og er það ekki einmitt verkefni fjölmiðla að draga upp þá rétt að mynda fólki. Já. Hvað finnst þér þegar fólk er að tala á sért allt og beittur og svo framvegis? Mér geti bara ekki verið sko, meira anskotan saman. Nei, en þú ert samt beittur. En er það ekki bara eðlilegt þegar þú ert að bjóða fram til forseta? Jú, ég meina, sko, það eru nokkrir svona fjölmiðlamenn erlendi sem að ég hef leitað í smiðju hjá og það er það sem ég hef reynt að benda svona þeim illvígustu í þessar umræðu á að einhverjum í Bretlandi en víðar, þetta í Bandaríkjónum víða og reyndar í Skandinavíu eru þættir af þessu tægi. Það sem er gengið dálítið hart af fólki og Andrew Neil í Bretlandi sem að lengi var á BBC er nú sennilega svona minn uppáhalds er svona mín fyrirmynd í því og þetta þykir bara frábær merkilegu fjölmiðlamaður þannig að þetta þykir eðlilegur hluti af lýðræðislegri umræðu þar. Hér höfum við verið meira í svona ákveðnu barbídúkku samfélagi og við sjáum það til þess á RÚV, við sjáum það í þingkosningunum 21 og sveitarstjórnarkosningunum 22 þegar við tókum kannski ekki alveg eins og spursmálin en svona dálítið nýja línu í þessu og við sjáum það núna í forystusætinu á RÚV sem að er algjört lestarslys verði ég að segja. Eru þeir samt ekki að reyna aðeins að taka panskafinn? Þeir eru að reyna að vera hörðið ekki? Jú, þeir eru bara svo kaffibætir sko. Hann verður aldrei af góður og kaffið sko. eða bjórlíki sko. Eins og Sigríður Hagan í Björnsdóttir í viðtalinu við Katrínu Jakobsdóttur les upp einhverja formúleraða spurningar það er nú bent á þeir staksteinum í dag að hún er hrakin út í horn með þá hugmynd að Katrín Jakobsdóttir sé vanhæfi í tilteknum málum verður hún forseti og þá röklegast hún út í það að búa til eitthvað nýtt hugtakaskrípi sem er sko siðferðislega vanhæf þegar ljóst er að forsetin er það aldrei og þetta viðtal var bara því miður algjörlega út í bláinn og þannig að ég held að Ríkisútvarpið hafi þetta bara ekki í sér og við þetta bara fögnum því að setja eina þessu en auðvitað svíður mönnum undan og það, ég get nú svona upplýst það hér og Gísli getur staðfest það að þegar ég tók fyrsta viðtalið í þessu fórsta kapplaupi við Katrínu þá eru mjög margir mjög reiðir jafnvel fólk mjög nákomið okkur Gísla og sagði að þarna hefði ég farið í strikið og þarna væri ég augljóslega að bregða fæti fyrir Katrínu Jakobsdóttur og að þetta væri ótækt og eitthvað þeim dúr og ólíkt því sem ég oftast geri þá ákveði ég að svara mönnum ekki fullum hálsi heldur hvati menn til að horfa á næstu viðtöl og bera þá saman hvort að trakteringarnar yrðu það sömu, þar að segja hvort að allir yrðu undir sama mælikeri settir og þessi sem menn hafa ekkert beðið mig fund til að ræða þessi mál frekar. Nei, það nokkuð. Er það ekki líka þannig að þú ætlar að vera harður, kannski eini gallin við er að þú þarft náttúrulega að vera jafn harður við alla? Það er ekki galli svo sem þú þarft að vera spila samanleik við alla og þeir eru að svara bara erfiðum spurningum sem hún kemur með og
svaraði misvel. Þær eru misjafnar auðvitað því að við erum að Það nálgast menn út frá ólíku sjónarmiðum sko, því menn eiga bara ólíka bakgrunna og allt þetta sko. ólíka skoðanir og annað. Þannig að það er kannski galdur niður svo og kallar á mikinn undirbúning að finna hvernig þú nálgast fólk og lætur að kljást við krefjandi og áleitnar spurningar sem að tengjast ferlið þeirra eða skoðunum á embættinu. Nú er ég að fara að taka viðtal við Arnar Þór Jónsson, síðastan kandidata og það er allt öðru í vísi undirbúningur heldur en þegar ég tók viðtal við Katrín eða Baldur og annað þeimtúr. Á meðan ríkisfyrirmiðlun er kannski bara með sömu spurningar fyrir alla sko í rauninni. Meir og minna. Það er þetta að spyrja náttúrulega endrast málskotsrétt og eitthvað svona. Já, það er alltaf Þetta verður bara ekkert bara rúf, þeim er þetta vorkunni í þessu sko en þetta verður bara hálf gælt í tímanum sko. Nú var Steinn Nólan að brjálega því að það er ætla að vera með hann Tossabekk hérna 31. maí hérna ætla að vera með fyrir sem eru efstu 6 og svona efstu 6 hérna en er hún ekki alltaf brjáluð? Jú, mögulega, en þú veist auðvitað, við sáum það í fyrstu kappræðum þú getur ekki verið með 12 á sama stað. Það er erfitt. Það er hægt í stólaleik en það er ekki hægt í kappræðum og það er nú reynda þannig að Steinun Ólín ætti nú kannski frekar að vera brjáluð yfir því hvaða fylgjum er að mælast með. Því að þetta er þjóðþekkt kona sem er fengið plattform mjög víða í leikhúsi og fjölmiðlum og viðtalsþáttum. Er þetta frábær leikona? Já, og bara mjög öflug sem slík. En svo fer hún mjög skakt inn í þetta framboð mínum með því að hóta sko að fara fram ef Katrín færi fram og svo dreif hún í land með það og svo bara nær hún ekki máli. Og það er bara það sem að fólk verður að horfast í augu við og svona margir þessum kandidatur sem hafa verið að mælast lágt og hafa ekki fengið inni til dæmis í spursmálum og hvarta mynda því. Það eru kandidatar sem ættu kannski að líta sér hans nær og spurja nú hef ég fengið talsverða kynning, ég held allir hafi fengið talsverða kynning og sumir umfram efni en samt er þjóðin ekki að kveikjaðu með að ljá máls á sjónarmiðar. Já, en svo, og við hafa alveg gagnrýnt okkur fyrir það líka og spurt mála, við til dæmis erum búin að taka sögum og þú búin að taka, við tókum þetta ekki Katrínu, en þeir eru þetta að fá minni umfjöllun en við getum ekkert, við hefum verið allt árið við ætlum að taka alla, sko. Já, þeir sem hafa áhuga á þessum kostningum hafa allir færa á að kynna sig þessa frambjóðendur, þeir fá viðtölin á mbl.is og í sunnundarsmókanum og á Vísi og í allskið síðdegis útvörpum og hinn og þessu. Þeir geta komið sér á framfæra á samfélagsmiðlum og annað og ef þú eftir allt slíkt tilstand eins og, þetta var ekki Helga Þórisdóttir, hún upplýst daginn hún var búin að eyða 7 milljónum í sína baráttu og ef þú mælist með 1% eftir það, þá er ljóst þá er þetta dýrt að vinna þetta. Já, þá þarf ekki að eyða nema kannski svona 300 milljónum til að vinna þetta og andur er bara að sá að þú mátti ekki eða með 78 milljónum. Já, sko, það var að koma inn sjónandi heitt könnun sem var birt í Fréttastöð 2 í kvöld. Kata Jak 25,7, Halla Tómasdóttir 18,6, Baldur 18,2, Halla Hrund að hrynja 16,6, Jón Gnarr 12,4 og Arnar Þór Jónsson 5,4. Byrjum á þér Gísli, eitthvað annað sem kemur óvart? Nei, raunin ekki. Maður sá það alveg gera síðustu daga, maður sá það alveg fyrir svona okkur neginn að Halla T, eins og hún kallar sig núna, myndi sækja svolítið á. Já. Halla Hrund einhvern veginn, ég segi stundu sko fylgir lekka bara í hvers skitt sem er kveitt á sjónvarpsvél. Það er einhvern veginn, hún kemur hlutunum í illa frá sér og hefur henni ekkert mikið fram að færa í þessu. Ekki frekar en margir aðrir. Þetta eru rosa skrýttar kosningar því að það er alltaf verið að spurja um og frambjóðendur sjálfur einhvern veginn að tala hluti sem að hafa ekkert með forsetembættið að gera. Já. Það er verið að spurja fólki út í völd sem að forsetin hefur ekki. Og það er einhvern veginn svona já, það ætla allir að laga alls konar hluti sem að er ekkert hlutverk forsetans að gera einhvern veginn. Já. Og flest af þessu fólki ætti kannski bara að reyna fyrir sér í pólitík öllu heldur en þessu embætti sko. Já. En þú fyrir ekki, þú varst að spyrja könnunina sko, nei það er í raun ekkert sem kemur óvart sko. Þetta er einhvern veginn, Baldur er ekki að ná miklu flugi, ég held að fólk er ekki að kaupa þessa samsetningu Baldurs og Felix. Nei. Báðir bara miklu sóma menn og allt það en þetta er einhvern veginn ekki að fljúga sko. Nei. Stefán, eitthvað sem kemur þér óvart í þessu? Eitthvað nýtt í þessu? Nei, í raun og veru nákvæmlega ekki neitt. Þetta er að tegnast upp eins og svona, það hafi verið tákna himni það að þetta væri að þokast í þessa átt. Jú, kannski það að Halla Tómasdóttir sé komin í 19% á þessum tímapunkti. Hún hefur þá 8 daga til þess að keyra á því og núna fer að skipta máli. Við munum birta nýja könnun á mánudaginn í Morgunblaðinu og svo aftur á fimmtudaginn nýja könnun og núna fer að skipta máli svona taktík.
ég held að þetta verði taktískustu forsetakostningarnar til þessa. Reyndar voru þetta aldrei taktíska 2016 þegar að Halla jók mjög við fylgið sitt í lokin, því að þar var augljóslega hópur sem varð fráhverfur Guðna T.H. Jóhannesinni eða hreinlega vildi ekki fá hann í embættið og hún jók á 2 dögum miðað við kannanir fylgið sitt úr 18% í 28%. Fór Guðni þá ekki bara, og þú leirði með þér að bulla, fór Guðni bara dálítið í hlutlausan í lokinu? Nei, hann reynda var í hlutlausum allan tíman. Það sem var ólíkt þá að hann mældi strax í upphæði bara með 60% fylgi. Já. Þannig að kostingabaráttu í honum snýri svolítið bara að vera hlutlausum dálítið. Já, þú veist, fylgi lækkaði þetta með tímanum, þú veist, og það var bara spurning hversu mikið það myndi lækka í rauninni. Og ég á þeirri skoðun að þeir sem að ráðluðu Katrín og ég held það að hún hafi sjálf metið þannig eftir alla stemninguna eða svona spennuna sem var búið að skapa í kringum mögulegt frambúðunar að hún myndi mælast með miklu meira fylgi í fyrstu könnunum eftir að hún tilkynnti. Og það ég talaði 55-60% svolítið í anda þess sem að Guðni var með, ég þetta Gísli og Andris kollegi minn, þeir voru svona kannski nær 40-45%, það ekki rétt Gísli? Já, ég sagði að, ég veit að sko hennar ráðgjafar og stuðnisfólk, þau gerir ráð fyrir 40+. Já. Hvað fór hún í þegar hún er aldrei farið yfir, einhvern veginn farið yfir 30%? Já, hún er 35 held ég, kannski alveg í byrjun. Já, alveg í blábyrjun. En svo hefur þetta verið varnarleikur og það þetta og síðan þegar hún sjunkaði niður í 22, 3, 4, 5%, ekki síst fyrir tilstillið þessar miklu tangarsóknar, höllur hundar, þá sögðu hennar stuðnismenn og greinendur mikið, já, Katrín áttur að kynna sig, hún áttur að fara á landið og hitta fólkið. En vandinn bara að sá að þegar þú ert langbest kynntur, þá getur verið erfitt að sækja óvænt mikið fylgi. Og svo þetta hafa sjónir annara frambjóðand og andstæðinga Katrínar beinst mjög að henni og það hefur verið áhört að sjá í könnunum að hún er sá frambjóðandi sem að mælist með mestu andstöðuna. Þegar spurt hvern viltu síst sjá? Já. Og það getur verið, Ólafur Ragnar tókst það, hann fekk 40% atkvæða, ríflega það 96, en þegar að þú stígur fram og segir ég vil vera sameinandi afl eða sameiningaták þjóðarinnar en ert sá kandidat sem að mætir mestri andstöðu svona formlega, þá kannski verður þetta hólur hljómur í því. Já. Svo er greinlega eitthvað, að þegar maður þekkir aðeins til kosningabarata, það er greinlega eitthvað panik hjá hennar stuðnisteimi. Þú veist, hún er farin að klæða sig öðruvísi allt í hennu og það er hennar málubökur að mynda henni sem að er ekki hún. Já. Þú veist, þannig að það er svona, já, ég held að fyrir svona 10 dögum síðan kannski hafi myndað svona, menn eru svona í smá kræsismóti, en ég er ekki hissa menn sé í smá kræsismóti að því að einmitt, hún kemur fram á sjónarsviði ekki með saman fylgi og menn kannski byggust við og svo eins og búast mátti við stendur hún svo þetta vel í öllum pallbásumræðum og kemur vel fyrir í öllum viðtölum en stendur bara nánast í stað í fylgi, lækkar síðan aðeins þegar Halla Hrund segir í sig veðrið og er núna í 25,7%. Já, hún er líklega að sjá frambjóðandi sem á líka erfiðast með að bæta fylgi. Ég segi hún er virðist bara að standa algjörðu stað þráttur einmitt að standa sig vel og við sjáum núna Höllu Hrund vera að hrynja, Halla Tómasdóttir bæti við sitt fylgi, sko ég spyr mig annars vegar, já, einmitt eins og bendir réttilega á, eðlilega komið smá kannski titringur í hennar herbúður, en einnig sko ef það væri nú kosið tvisvar, ætti hún einhvern tímann séns þá? Góða punktur. Já, mögulega, það getur margbreyst. Ég held ekki nefnilega. Ég held að það getur bara allt gerst í kostingum, það er bara málið og það kom upp atburðir og það kom upp einhver aðstæður sem enginn gat séð fyrir. Bara lítið dæmi eru biskupskostingarnar nýlegar Stefán þekki þannig betur sko það sem að það dróst heldur betur saman með þeim 2 frambjóðandi sem fóru í seinni umferðina heldur en fyrir umferðin gaf til kynna þannig að við höfum séð þetta í kosningum í Frakklandi nokkuð sinnum þegar það sem er kosið tvisvar það verða sviptingar í svona Já, í svona 2 umferða kosningu þá eru til 2 tegundir af frambjóðandum það eru frambjóðandur sem að maksa fylgi sitt strax í fyrstu og eru einhvern veginn þeirra gerðar og stuðnisliðið þeirra gerðar og síðan það þeir sem að kannski sigla inn í seinni umferðina og svo hafa að sér öðru fylgi. Sorry, ég svo vitlaus, ég var að spyrja hvernig fer það fram þegar það eru 2 kosningar? Það voru 2 efstu, stundum það 3 eða hvað það er. Já, það er að segja, það er mismunandi. Til dæmis í Frakklandi, þar er það þannig að 2 efstu í fórstakjöri, þeir fara þá einir í aðra umferð. Að því gefna að enginn fáir hérna meira hluta fyrst. Og það er eins í biskupskjörinu. Og þarna í biskupskjörinu var mjög forvitnilegt að þá er það Guðrún Karls Helgudóttir í Grafarvogi sem að fara langmest fylgi og fara næstum því helmingin. Og hinn 2 skiptu með sér 28% og 18 eða 20, ég man ekki nákvæmlega tölurnar og með svo nú erum búin að rústa þessu og ég sagði þá við þá sem voru að velta þessu fyrir sér, ég sagði ég er ekki viss
vegna þess að það er sennilega vinnur hún þetta því hún er með næstu í helmingin en hún bætir ekki miklu við sig að því að hún er bara þannig kandidat. Svo kom það þetta ljósa að sá sem hafði fikið 28% að hann fór í 46% og hún skreið þarna upp í 52-3 eitthvað svoleiðis og þessi sem er nákvæmlega tölur. Þannig að það getur allt gerst í þessu. Já, bátt með að sjá einmitt Katrínu bæta við sig miklu í tveggja þetta hlaupi, sko, að þeir mjög margir vera á þeirri skoðun að það sé ekki Katrín. Það fer eftir því hver mætir henni og eitt af því, sko, kannski tvennt sem ég vil nefna að hennar stuðningsmenn hafa verið dálítið svona kokki í því og sagt bara, það er mér augljóst að hún er langur einslu mest og ég meina, hún er mannskið sem á að taka við þessu og það er kannski ekki endilega augljóst við að skoða til þess feril eins og Höllu Tómasdóttur sem hefur verið alltaf að vettvangi og mjög vel tengd með tengslanett og annað í þeim dúr þó að auðvitað hlutverkin sem að þær hafa gengt sér mjög mismunandi. Hitt er síðan það að ég held að það hafi unnið mjög gegn Katrínu að hvernig elítan í samfélaginu hefur öll einhvern veginn lagsta áratna með henni. Það er bara, þú veist, svona mjög margir þekktir svona fram á menn, þú veist, allt frá Bubba Mortens og Kári Stef og svo held ég reyndar að það hafi verið algjört frumhlaup hjá Víði Reynesinni sem er yfirmaður almannavarna og hefur mjög viðkvæmur hlutverki að gegna í þjóðarlíkamanum í því ástandi sem hefur varað hér árum saman bæði COVID og í þessum jarðhræningum að hann færi að senda einhverja línu. Hann er bara eins og hæstaréttardómarar eða formaður landskjörstjórnar, hann á bara ekki að blanda sig í þetta. Já. Og ég heyrði það bara mjög víða að það bara fauk í fólk. Er þetta ekki bara svo Bjarni Ben myndi gera þetta? Eða þetta er bara nánast þannig? Jú. Það er alveg skárra að Bjarni myndi gera það, sko. Já, ég meina, hann er bara í pólitík, hann gegnir ekki embætti sem að, sko, felsbeinnis í því að hræða fólk. Hlýðið víði, sko. Þannig að þegar hlýðið segir hlutu til hægri þá áttu að hlaupa til hægri og ekki að spurja, sko. Þannig að þegar hann kemur og segja, ég treysti Katrínu best og hveti ykkur til að styðja. Það var enginn að spurja, sko. En ítir það ekki undir það sem Gísli er að tala um að það er eitthvað kurr að, þú veist, líklega hefur teimið hennar Katrínu að beðið þessa yfirlýsingu. Jú. En þau hafa ekki verið að leggja mikla áherslu á þetta áfram. Það hefur ekki bæst mjög hópin þó við vitum af mjög mörgum svona framalega íslensku þjóðfélagi á ýmsum sviðum. Þau hafa ekki verið að spila út þessu spili, kannski verið það gert síðustu vikuna. En svo þetta það er ýmislegt sem að með velta fyrir sér þetta með þennan magnaða stuðning margra harðara sjálfstæðismanna við hana. Hannes Hólmsteinn, hann er nú reynda svo klók og sko hann lýsti stuðningið hana, kaus utan kjörfundar og flaug til Rio de Janeiro. Já. Hann hefði ekki komist lengri í burtu, sko. Sayonara og þið sitju uppi með forseta sem ég kaus. Algjörlega. Sko, aftur hrósa Stefán Einar fyrir spursmál og eins og hann kom inn á hann, alltaf tölurnar verið heldur góðar og hann er grjótharður spyrill, sama hverju setti, annað en drottningaviðtölin hjá okkur. Ég verði þetta eiginlega spura bara beint út til eitthvað beggjastrákar. Ég sagði nei í ISAF. Bara, var það spurningi? Ég man það eins og gerst það í gær. Nei, ég ætlaði reyndar að spura ykkur út í hvað ykkur finnst málskotsréttin. Nei, ég ætlaði ekki að spura ykkur því. Nei, ég skal segja eitt, bara varði þetta. Veist, sko, flest þessar spurningar og flest svörir hjá frambjóðunum eru algjört bull. Af því að þú getur ekkert sagt, þú ert í fórstaframbúði, já ég mun ef það safnast 30.000 undirskriftir eða 50.000 eða sett ykkur að tölu og það hvað menn ætla að gera. Ég sá að Hattar Hunda spurði hvort þú myndi sko, senda lög sjókvíeldi í þjóðaragargræslu. Þú getur bara ekkert sagt það. Það eina sem frambjóðendur þurfir að segja er bara, herðu, ég myndi bara meta það hverju sinni og þið þurfum svolítið bara að treysta mér til að geta metið það. Það er eina rétta svarið. Og bara eins og við sáum í, þú veist, ISAF sem er kannski ekki skemmtilegasta dæmi en bara mjög gott dæmi. Þá vorum við bara með mann á Bessastöðum sem að hafði þá allan dómgreind til að meta það á sínum tíma. Það hafa alveg verið umdildar í máli í samfélaginu sem og fólk hefur skorað á forsetana sinni alls konar lögum sem hafa sem betur verið ekki gert. Þetta á að vera eitthvað sem menn gera nota mjög sparlega að senda svona lög í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta snýst bara um það að þú hafir einhvern einstakling sem hefur einhverja burði til að meta þetta hverju sinni. Og það fer ekkert eftir fjölda undirskrifta eða einhverju umræðu þá og þegar, sko. Má ég bæta við þetta? Þó þið vilja ekki ræða málskotsrétt. Að það er sko, ég er nú ekki alveg saklaus að því að spyrja út í þetta. Hvernig hefur þú farið að í þessu eða hinnu? Og ég held að það sé mjög varasamt fyrir forsetaframbjóðanda að fara að svara já og nei það hvort það myndi vísa þessu eða hinnu í þjóðaratkvæði. Þannig að þá bara hefst bara spurningarunan.
ok, þú myndir vísa sjókvíaeldinu, en hvað með Hvammsvirkjun, en hvað með útlendingafrumvarpið, en hvað með fjárlög sem er að skila með halla, eitthvað slíkt, og þá bara situr hann uppi með það að þurfa bara eins og í krossapróf að segja til það fyrirfram hvað hann ætla að gera, og þá er þetta hægt að leysa þetta mál, og þá vitum við nokkurnu veginn fyrirfram bara, áður en við komum til sest í embættið eða áður en við kjósum hann hvernig máli stendur, það verður líka að vera ákveðin óviss á mat hvað þetta varðar. Á sama tíma finnst mér mikilvægara að draga fram eins og við reynt að gera í þessum viðtölum bæði á þessum forsetafundum og í spursmálum afstöðu til svona grundvallar þáttar sem að lýsa þá bara karakter fólks. Já. Eitt af því sem hefur valdið miklum titringi eru svör Katrínar Jakobsdóttur varðandi fóstureyðingar og afstöðuna til þess. Mér finnst í núverandi ástandi þar sem við stöndum frammi fyrir allsherjarstríð í Úkraínu og yfirvofandi stríðsógn í Eystrasaltsríkjunum jafnvel við finnsku landamærin inn í Georgíu og fleiri lönd þegar við sjáum Kínverja hnykla vöðvan í Tævan af geysilegri hörku átökin á Gazasvæðinu sem að geta breiðst út Miðausturlönd að þá skiptir mig miklu máli að vita hvort að forsetinn sé á þeirri skoðun að við eigum að vera í NATO eða ekki og af hverju er það er ekki út af því að NATO sem slíkt skiptir með einhverju persónulegu máli. Þetta var sem ég finnst að ákveðin mælikvarða á dómgreind fólks í þessum aðstæðum. Þar sé að Halla Tómasdóttir til það sagði á fundunum í kvöld sagði, ég er friðarsinni. Er ég ófriðarsinni? Já. Vil ég stríð? Ef að ég er ekki sammála henni einhverja útvæslu í þeim málum. Katrín Jakobsdóttir eða Stefán Pálsson þessi kommar, þau segja alltaf við erum friðarsinnar, við erum hernaðar andstæðingar. Ég er ekki hernaðar sinni í þeim skilningi, ég vilji bara þess að ég fari með eld og brennisteinni gegn saklausu fólki. Ég gerir mig grein fyrir því að heimurinn er þannig, hann er uppfullur af vondu fólki. Við erum ekki öll vond en það er rosalega margt vond fólk sem að kemst til áhrifa, misnotar þjóðir sínar og nágranna og því fólki verður að mæta af hörku og með fælingamætti vopna og vígbúnaðar og þá er gott að rifja upp fræg ummæli Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi sem að lagði í munn Hræreiki frá Kálskinni, eina konunginum sem hefur dáið á Íslandi. Þeir sem stríði vilja verjast verða stundum fyrst að berjast. Já. Úkraínumenn, það þýðir ekki að segja við þá, við erum friðarsinnar, við styðjum ykkur, við erum friðarsinnar. Í því fælst engin stuðningur. Það verður bara að kaupa vopnhanda þessum mönnum og það dugar ekkert að kaupa gervifætur undir slasaða hermenn eða senda plástra frá kersi. Það bara dugar ekki til. Það er bara verið að mæta hinnu illa í sinni tærustu mynd. Já, það er búið þægilegt að segja ég er friðarsinni. Ég er friðarsinni, sko, ég stið bara friðin leiðu þú þarft að þið munið þessa frægu mynd Neville Chamberlain þegar það kemur út úr var þetta ekki DC3 maður steg út úr og segir friður voru daga og svo bara fjall Póland og það var farið svo bara eitt ekki Hitler hér með sundið Já, einmitt Svo er þetta kontakt fyrirtækja ráðgjöf Þeir eru langbest Já, þeir eru fremstir meðal jafninga Svo langbest Menn að tala það að sé engin fyrirtækja ráðgjöf landinu með tærnar þar sem þeir eru með hælana Kaup Verðmæta fyrirtækjum, áreiðanleika kannir matsgerðir endurskipulagning samruni fyrirtækja einmitt Fjármögnun við getum lengi haldið áfram Já, þetta eru basically bara allt sem tengist fyrirtækja ráðgjöf svo langbesta kontakt fyrirtækja ráðgjöf Svo erum við Subway Hitta eða rista, ég er bestur í að hlusta Jú, vá, gamall verslófrasi hana slæðast inn Nei, Subway eru þetta er ég bara orðin mongolítið Já Svo erum við þetta með Subway mönnum Já Hitta eða rista, hitta valið Ítalsku BMT, takk En hvað brauð ferði í, Birkir? Parmesan það heitir ekki Parmesan í dag þetta er Parmesan Oregano Já, Parmesan Oregano Parmesan Oregano Já, ég fer alltaf við það sko. Já, það er þrælgott líka Þvæla Mikið velti fyrir mér að því að forseta ég efast að forsetakosningarnar hafi nokkuð tíma verið jafn mikið milli tanna fólki en það er eitt í þessu við erum með svo marga frambjóðendur og það eru nokkur orð sem það væri hægt að gera bingo bara yfir orð sem koma alltaf fólk keppist við að vera úr sveit blokk og bara konur blokk, verðilega konur blokk sammenning og ákveður orð sem eru bara alltaf partur af einhverju maskínu Sammenningatákn Já Er þetta eitthvað sem fólk sér í gegnum eða er þetta eitthvað sem að vinnu fylgi?
Ég held nefnilega að fólk Hvað sjá haldið ekki þið? gegnum þetta. Ég held að Virkar þetta? Við sjáum í gegnum þetta en ekki meðal jólinn, held ég. það að einhver segist þeirra saman þá þýðir ekki neitt. Friðja sinni. Bara svo að segja að vilja vera friðja sinni. Ég er svo rosalega sterk að réttlætiskend. Já, Ó, ekki ég maður. Nei, ég held að þetta snúist miklu meira um það bara, þú veist, hvaða karakter þú hefur að geyma, hvernig fólk metur það, hvort þú hafir einhverja dómgreind, hvort þú hafir karakter, þú þarft ekki að vera gallalust, það er enginn að biðja að fósta þessi gallalust. Ég er svo heiðalegur, ég get ekki sagt ósatt. Einmitt. Það er ein setningin sem hefur verið látið Sem var bara kjánulegt svar hjá Baldri vin okkar, sko. Bara, Já, já. Fólk sér í gegnum þetta. En það ekki það. En þegar þú ert að reyna að vera eitthvað annað en þú ert, þú veist. Já. Og þarft, ég held að Jón Gnarr sé líklega einlegasti frambjóðandinn. Sammála því. Þú veist. já, en það er nú enginn elskar íslensku fossana meir en ég. Já. Já. Og auðvitað þetta er svona húmor og grín sko, og kannski er hann svolítið að hæðast að þeim Hinum. sem eru að nota þessu orð. Sko, svona skrúðmælgi Ísland sé frjálst meðan sólgillir haf eins og Margrét Orti. Auðvitað virkar þetta í ákveðin tilliti til að skapa hughrif, en það verður eitthvað meira að búa baki heldur en bara svona orðaflaumur. Orðasalat. Já, það er oft já. gjall, sko. Já, og það er svona, ég hef svona lýst í að forsetakosningar, eða þar að segja að vera fjölmiðlamaður í forsetakosningum er svolítið eins og að setjast niður í stúdíói og vera stilt upp fyrir fram að sápukúluvél og svo er nú bara sett í samband og svo ertu svolítið að reyna að greiða bara úr öllu kúlum sem mæta. Það er tilraunin og það er bara eðlilegt í kosningum þar sem að svona embætt er undir, þar sem að kannski völdin formlega er ekki mikil og það er erfitt að tjá sig ef og hefði. Þá leita menn í þennan brunn og vonandi hefur okkur tekist þá í spursmálum og forsetafundunum að flysja svolítið utan að þessu, þannig að fólk fái einhvern raunverulegan súbstans í kandidatana. Það skiptir máli hvernig þetta fólk er innréttað. Já, algjörlega. Ég með einu spurningu, Stefán, hvað fannst þér það þegar var ákveðið að draga konuna þínu umræðina var það viðtalið við Höllu Hrund? Já, það er nú svona dæmi hluti sem að bara dæma sig sjálfur. Já. Og við erum bara sett auðvitað í erfiða stöðu hvað þetta varðan, henni falið ákveðið verkefni að leysa úr fyrir ríkið, bara á grundvelli hennar þekkingar og getu og hæfileika, og er manneskja sem hefur alla tíð bara sinnt sínum skildum í þögn og án þess að vera að blása það út í fjölmiðlum. Hún har aldrei svarað fyrir sig með einum eða öðrum hætti, og þegar að fólk leyfi sér svona, Steinunn Ólína dæmi það, margir aðrir er hreinlega sakan lögbrot og svona svífurlega framkomum, það auðvitað er ótækt, en sannleikurinn er segari heldur en þetta fólk heldur, og mín konan hikla bara vöðana. Það ekki? Jú. Já, algjörlega. Herru, nú að stuttar spurningar fyrir forsetakosningarnar, svo klárum við það. Eru sammálaðið það? Gísli byrjar. Af hverju allir hægri menn landsins að fylgjast að baka Kötu Jak? Ég bara vildi ég hefði svarið við því en ég er ekki með það, mér finnst það kjánulegt. Og þeir eru ekki allir, notabenni. Nei, alls ekki. Það er nú ekki helmingi lengur. Ég skammast mér að segja þetta, ég var að horfa á Samstöðuna í gær og Þorgerður Katrín, hún sagði að þú væri allavega ekki að fara að kjósa Kötu Jak og hún væri með heimildi fyrir því. Já, á hvaða fjölmiðli sagði að Katrín starfi? Nei, Þorgerður Katrín sagði þetta á Samstöðunni. Já, Þorgerður, á hvaða fjölmiðli starfar þessi mannskja með þessa heimildamenn? Hún starfar í Morgunblaðinu. Nei, Nei, ég meina, sko, ég hef nú verið sakaður um það mjög víða að draga taum Katrínar og að ég sé að reyna að gera allt sem að... Já, það er auðvitað algjörlega fjarri sanni. Það er kannski ekki rétt á þessum tímapunkti að ég tjái mig nákvæmlega um það hvernig ég styð og annað, en ég get bara ítrekað eins og forsetaframbjóðendur með loðnum hætti að þetta á ekki við rök að styðjast. Það er að segja að ég styðji Katrínu umfram aðra frambjóðendur og það skildi þó aldrei vera að Þorgerður Katrín fari með rétt máli þessu. Já, okkar kona. En ertu með svar við spurningar sem að Gísli er ekki með? Af hverju eru allir, flestir hægri menn að fylgja sér bak við það? Ekki flestir en margir. Ég meina, Katrín er bara frambærileg manneskja, hún er mjög geðþekk, ég hef tekið mörg viðtöl við hana og margótt rætt við hana og hún hefur margt gott við sig. En maður finnur þá sama tíma að það situr í mjög mörgum hægri mönnum bara þegar þeir skoða feril hennar. Og það er auðvitað það sem þarf að gera upp þegar að fólk fer í frambúð þessu tæk. Hverju hefur fólk áorkað og hvað hefur fólk gert? Bara svona landsdómsmálið, gott ennið, þú nefndi fóstureyðingarnar á það, þetta er allt þættir sem skipta máli. Hún sat í ríkisstjórninni 2009-13 sem að fór bara með eld og brennisteini gegn stórum hluta
samfélagsins, vann gegn mikilvægum hagsmunum okkar varðandi verðmætasköpun, úrlausn stóru slitabúana. Hún var menntamálaráðherra sem lagði línuna varðandi menntastefnu sem mikið skaðræði og hefur valdið miklu tjóni, ekki síst fyrir drengi innan menntakerfisins. Og þetta eru hlutir sem ég tel að menn þurfa að leggja mat á og mér finnst svona margir hafa dálítið svona dregið fjöður yfir dálítið að nauðsynja lausu að þetta sé eitthvað sem að megi ræða og ígrunda meira áður en menn stökkva á þennan stuðning. Kannski það þessi elítismi, þess að menn vilja bara styðja elítuna og menn vilja styðja fólki sem líklegast til að vinna. Það þetta líka element sem skiptir máli. Já, menn horfa á eitthvað svona establishment sko, sem að þú veist, hún hugsa bara með sér, hún er hæfust af því að hún með eitthvað CV eða eitthvað þannig. Hún kann á kerfi, kann á stjórnsýsluna. Já, einmitt, maður heyrir oft ákveður að kjósa götu. Hún er bara svo skemmtileg og góð. Vinnur kannski minnstan skaða, þú veist, það er eitthvað sem einhver að horfa til. Og hún þetta mjög flink, ég meina hún hefur verið mjög vinsæll stjórnmálamaður, miklu vinsæll heldur stjórnmálaflokkurinn sem hún búin að leggja út. Og það og síðan hefur hún látið aðra ráðherra framkvæma vald sitt. Svandi Svavarsdóttir hefur ekki gert þann óskunda sem hún hefur gert í heilbrigðiskerfinu og síðan í matvælaráðuneytinu nema með fulltingi Katrínar. Hún hefði aldrei gert það. Nei. Og ég hef margótt farið það í mörgum viðtölum og við þjóðmálaþáttum til þess hvernig það léku þessa hópa fólk sem hafa beðið mánuðum og árum saman eftir mjaðmarskiptaaðgerðum. Það var til lausn á því máli sem var bæði ódýrari og fljótvirkari fyrir ríkið en fól í sér að hleypa einkaaðilum að því verkefni. En vegna trúarkretta, þetta eru trúarkrettur, þá komaður veg fyrir það og þær bara fóru að sofa bara alveg áhyggjulausar á kvöldin þó að þúsundir manna væri að skaklappast, sárþjáðir og án möguleika á að afla sér lífsauðuværis. Bara að því að þetta var þeirra lífsýn og viðhorf til einkareksturs. Þetta eru hluti sem að mér finnst bara skipta máli og valda því að það þarf allavega mikið að ganga á til að samfæra mjög að kjósana í þessum kosningum. Voru þetta stuttarspurningar? Já. Og má ég þá bæta við? Gísli, hver er ennþá raunverulega möguleika á að taka þetta? Halla Tómasdóttir á það alveg tvímælalaust. Ég efast að Baldur eða Halla Hrund ná þessu. Þetta verður held ég Þetta er tveggja hesta hlaup í lokin. Sammála því það? Já, tölurnar benda til þess og svo það er nú til að landa kosningum þá þurfa menn að hafa svona ákveði killer instinct. Þú þarf að landa kosningunum og ég held að Baldur hafi það ekki í sér. Þú veist, hann er rosalega vænt maður og hann stóð sér vel á fundinni hjá okkur á Selfossi sem við heldum forstafundin en svona, ég ótta svolítið hans vegna að það vantir svolítið upp á að landa þessu. Já. Landa stóra lagsinum. Já. Þú ætlar ekki að gefa út hvernig þú ætlar að kjósa eðlilega en má ég spyrja hver stóð sér best hjá þér? Arnar Þóra á eftir að koma þannig að ég get ekki svarað í fullum hálsi. Þá eftir að koma í ljós. Ég má kannski greina þetta með flóknara hætti í lengra máli. Gjörðu svo vel. Mér fannst Jóngnar einlægastur. Hann bara kemur til dyrana og segir bara ég veit það ekki og hann svaraði fyrir snjalla mongolítan og nauðgunarlagið og hljóðhátíð og svona sem eru hlutir. Gerði það vel? Já, ég meina, hann gerði vel og ekki vel en hann bara lagði spilin á borðin eins og hann gatt. Hann var hann ekki að reyna þykastur eitthvað annað en Nei, hann var einlægur. Það má alltaf reikna mönnum það til tekna og hann hefur gott hjartalega en Jón. En svo kom Halla Tómasdóttir mér mjög óvart. Þar sé að hún var svona einlægari og hún var tilbúnari til þess að losa úr flækjónum sem að ég lagði fyrir hana með svona fljótvirkari hætti en ég kannski bjóst við. Eins og varandi þessi skattasneikaukumál Richard Branson, hún bara fleygði honum fyrir strætóin bara eins og ekkert væri og þetta er kannski þetta killer instinct sko. Og þannig að já kannski að þau hafi ég leið mér að segja að þau hafi kannski komið mér mest á óvart. Já, mér varst reynda gott sem að Arnar Þór Jónsson sem var síðasti gestur fyrir þennan þátt að ég var að segja að mér er svo flott að Jóni Gnar og hann segir bara að hann veit ekki hlutina og sagði hann, ég sætti ekki fínt að fórseta sem veit eitthvað. Það er bara það er reyndar alveg fínt punktur hjá honum sko. Og það er veikleika merkið að Jón segir já, svo er ég bara alveg samfærður á einhverju skoðun svo hitt ég bara mann á næsta göttuhorn og ég bara snýst alveg í hálfring sko. Og það er ekki gott og það má minna á það sem að Ólafur Ragnar sagði í merku viðtali sem við Andrés Magnússon tókum við hann fyrir núna í nóvember síðastliðnum að
að Viðtalið, það var bara að ræða hjá honum. Já, klukkutíma 40 mínútur, við opnuðum og lokuðum en það segir hann að sko forsetinn hafi engan ráðgjafa nema sjálfan sig, hann bara meir og verið ekki leita ráða hjá öðrum en sjálfan sér. Og það er þetta dálítið áhugavert, auðvitað leita hann ráð og tala við fólk og annað en á lokum setjast þú einn uppi með ákvörðununa og það þýðir ekkert að snúast eins og vindhanni á mæni hús í slíkum aðstæðum. Sko, loka spurning til ykkar beggja var þetta forsetakosningarnar, það eru 8 dagar í þetta, segjum bara drómum hindi. Eiga fólk að pæli, ég ætla ekki að fara í dautt atkvæði, kjósa einhvern þessum tveim sem þið nefnið, að sé þá bara dautt atkvæði, verður það að velja einn af þessum tveimur? Já, ég held að það sé taktík, það er ákveðin taktík í því. Ég held að einhverju vilja halda í prinsip og kjósa það sem að þeir veðja hvað mest á eða hafa mest að trú á og auðvitað mun megin þórin kjósa þannig en ég held líka að það muni hafa áhrif ef að til með Halla Tómasdóttir mælist mjög ofarlega síðustu daga fyrir kosningar. Við sáum þetta aðeins gerast 2016 eins og Stefán minntist á þann að ég held að margir stuðningsmenn Davís, Oddssonar þá þegar þeir áttu þess á því kannski 2-3 dögum fyrir kosningar að það átturinn ekki séns að þá vildu kannski ekki endilega guðuna og vildu alls ekki andrasnæði að það var Halla Tómasdóttir svona hesturinn sem veðið á sko. Þannig að fólk endaði með því að kjósa taktist hún er sennilega og einhver hluti mun gera það þessara kosninga, eða gæti mögulega verið hún var svona the grey horse í síðustu kosningum en núna gæti hún verið dark horse en svo er þetta annað möguleiki ég veit fullt af fólki sem að telur sér nauðbeitt þess að velja einn og segja já, Katrín er skást að því hún er svo mikla reynslu eitthvað svoleiðis, ef þið líst ekki á neitt frambjóðanda, þá getur líka skilað auð það er líka ákveðin yfirlýsing ef þú ert ekki það er afstæða út af fyrir sig þannig að ég held að fólk þurfa að gera þetta upp við sig ef þeir eru mjög mikið í mun að einhver einn nái kjöri, þá kýstu hann ef þeir eru mjög mikið í mun að einhver einn nái ekki kjöri, þá kýstu þann sem er líklegastu til að fella hann en þetta eru hver og einn að gera upp við sína samvisku í kjörklefanum. Já, algjörlega. Já. Það er bara spurning hvort að kosningavilna á baku Katrín og ætti bara einbytta sér að jafnvel Baldri og Höllur Hrund sko. Kannski búin að leika Katrín meira ólíkan leik. Já, við vorum að tala Jón Gnarr ráðan, við höfum að klára þessa umræðum forsetakosningar en hann var rosalega fókuseraður á Kötu, hann talaði um þess að þetta væri bara tveggjaðastarlaup milli þeirra, hann svaf kannski dálítið á hinum sko. Og hann alltaf bara basically þegar hann var tilkynnt framboðs að tala hann Kötu bara náður stopp sko. Hann fór svolítið skakt inn í baratuna bara strax í upphæði. Hann ætlaði að vera rosalega alvarlegur og svona og var einhvern veginn bara ekki sá Jón Gnarr sem við þekkjum. Var svona pínu fúll á móti. Ég held líka bara að það sé mjög erfitt í kosningum að þessu tægi sem að snúast mikla fróðu að einhvern veginn einbeita sér að því að ná fylgi af einhverjum tilteknum. Þú veist ekkert hvað kjósendur Höllur Hrundar eða Baldurs er að hugsa skiljiði. Og það er nú kannski Jón Gnarr myndi hefur fylgið sitt svona meðal þeirra sem eru mjög uppteknar réttinda bara át samkynhneigðra eftir að hann lýsti yfir að hann er komað fram sem dragdrottning eitthvað slíkt að það geti mögulega haft einhver áhrif en að öðru leyti þetta sé mjög erfitt að höggva við þetta. Núna leggst þetta fylgi með þeim hætti sem að kannanir sína fólk mun kjósa taktíst og ég held að sé ekkert sem að geti breytt úrslitunum annað en bara einhvað óvænt högg á einn kandidatið annan. En sko bara að lokum, að því við sjáum hana nokkuð jafnt 18% það er ekki marktakamunur þar mikið að hellast á vogarskálunar öðrum megin til þess að þetta detti í aðra áttina ef við sjáum til dæmis Höllurnar eða Baldur teljið það vera möguleika að einhver missi bara hríðfalli og annar sæki í sig mikið í lókin einmitt að þegar fólk er að kjósa taktíst það er náttúrulega eitt kandidat sem er að hríðfalli við erum bara í frjálsu falli. Af hverju er það? Ég held að það sé eins og Gísli segir, ég held að menn hafi svona gripið Höllur Hrund dálítið svona fegins hendi sem svona hinn óspillta frambjóðanda sem að fólk hafði ekkert á og flotta menntun og glæsileg og talaði með þjóðurnislum hætt og allt þetta en svo bara fer fólk að leggja við hlustir og þá kemur það til ljós og hún er bara umdeild eins og hinnir, það er ekki verið að segja hún sé eitthvað verri manneskja, hún bara hefur sína skoðanir og sína fortíð og sína djöfla drag eins og allir og þetta var mikið sko, þegar þú kemur algjörlega óþættur inn og fær gríðalegt fylgi óvænt þá er það mjög laust fylgi það er jafn fljótt að reytast af þér og kemur til það er reyndar mjög merkilegt að fylgjast með stuðningsmannasíðu Höllur Hrundar það er þetta er nú að verða dálítið svona eins og dálítið aggressífur sértrúarsöfnuður það er bara fólk sem hefur aldrei hitt hana eða aldrei talað við hana sem að
lýsir sig bara reiðubúið til að gangi í sjóun fyrir hana og það finnst mér alltaf mjög sérstakt þegar ég er alveg til í að leggjast á vogaskál ef það er eitthvað sjónarmið sem að ég þekki eða skili eða eitthvað slíkt sko en ég líti ekki á einhverja mannesku sem að kom fram á sjónarsviði fyrir 4 vikum bara sem frelsara minn. Nei. Svo held ég að svona eins og þessi ummæli blokkina og þetta, þú veist, þetta er svo mikið bull að fólk nennir þess ekki. Já. Þú veist bara, ég ólst upp í blokk og svona, þetta er einhver draumur, einhver stelpa sem ólst upp í blokk sko. Þú veist, flesta okkur bara ólst upp í blokkum sko. Já, ég ólst upp í blokk sko. Það er ég þarf ekki að beða bönnum mín afsökunar því að við búum í blokk sko. Nei, og maður er ekki að kynna sig þannig sko. Nei, þetta er Ég bara ólst upp í risastórum einbýlishúsum og það hefur ekki gert mig að vera manni. Segðu það bara. Sístum að svona við hliðum hann bara kemur til dyrna svona hlutu sko. Já, ég meina Nei, þú veist, eins og segir, bara fólk nennir ekki svona bulli, þú veist, og bara, já, það verður, eins og ég sagði á hann, það verður að búa til einhver ímynd sem er ekki raunveruleg, sko. Nei. Það er annað við, sem Við hefðum ekki, já. Já, við erum bara eins og við erum. Já, komið til dyrana eins og þau eru klæddir glæsilega. Kostum og köllum. Ég var að fatta að núna Leifur, við hefðum náttúrulega getað haft þáttinn bara fósturkostingarnar sko, maður gleymir sér, þetta er búið að vera Við eigum samt ekki nema svona 12 spurningar eftir. Nei, þetta verður veistla. Það var fárlega gaman Þeir eru líka að fá sér vel og orðin mökka Svona sjá orðin skáðið sko. Taldu það er búttvarinn. Stefán átti ekki ánað með búttvarinn. En Klakinn, hann er nú ekkert síri sko. Nei, búttvarinn er flottur bjór. Já, sá tekneski sko. Ekki bandaríska rusli sko. Nei, þetta er teknesk gæða afurð. Já, góð er hún. Svakari tíðindi sem að koma fram í viðtali mínu við Sigur Reynaldsson í framkvæmdastjóra Hagkaups í morgun. Já, það er langa öflugasta smásölu fyrirtæki í Íslandi og loksins fá við innir með áfengi. Já, loksins að menn tækja sér rögg. Já, við erum ekki að ónefnda menn við borðið. Heimkaup er að leiðinni með þetta líka. Ég er enda mjög hrifinn af, ég er hósaður, ég fekk nú Gretu í þáttu mínum áramótin. Já. Greta er frábær kona og Svo það sé ítrekka við hlustendur að það voru ekki að tala um Gretu Thunberg. Gretu Maríu og ég hrósaði henni fyrir auglýsingarnar í heimkaupum, ég hafði svolítið gaman að þeim og mér finnst það mjög gott að ég er hrifinn af flestur sem ögra ríkinu og ögra yfirvaldi. Já, við erum sammála það allir fjórir. Þetta er bara, þetta er orðin því líka endaleisa að þingið skuli ekki geta greitt úr þessu og tryggt bara þann sjálfsagða rétt fólks að velja sér af hverjum það kaupir áfengi og smáríkið og heimkaup og sandi og hvað þess aðalega heita núna að Hagkaup eru að í raun og eru bara völva þetta innanfrá. Já. Og forstjóri átíðaferð er bara eins og Nero í Róm, bara leikur á hörpuna og borgir stendur í ljósum logum. Þeir sáuðu fréttirnar á RÚV í gæri að hinn já, við þurfum að hætta með nefntóbaki í sölu, það er allir þetta var bara gefins 2-3 minna auglýsingum að já, ef allir að hætta að kaupa þetta, þá þurfum við bara að hætta að framleiða þetta. En fyrir 10 árum hafði hann miklar áhyggjur af því sko að fólk var að nota nefntóbak sem munntóbak og sem væri ólöglegt. Þú veist, þannig að hann er búin að skrifa sér algjörlega hring þetta sko, en þetta er eitthvað sem markaðurinn hefur bara leyst og kom bara með nikótínpóða sem eru bara miklu betri og hvetjum að flesta til að nota en það sem er þetta merkilegt í þessu er það að hann var að grenja þannig í 3 mínútur sko. Já, hann er búin að grenja í meirinn áratug sko. það er einhvern veginn við höfum allir séð þetta kannanir í getum tíðin en það hvort að fólk vilji leyfa smásar áfengis í verslunum og í flestu könnunum þá er niðurstaðan svo að meiri hluti þjóðarinnar vill það ekki og við erum með alls konar samtök og sem er að berjast gegn þessu. Síðan kemur bara daginn að neytendur hafa bara valið þetta sjálfir. Þeir bara versla í heimkaup, þeir versla í sandi, þeir versla í smárikinu og þeir bara fara svona eigin leiðir og þeir kæra sig bara kölllátt um það hvað ríkisvaldi segir, hvað átíðaferð segir. Þú veist, fólk bara velur þetta sjálft sem eru þetta bara að mér finnst frábært. Og því fyrir sem þingmenn taka á sig rögg og keyra þetta í gegn, þeim minni verður skömm þeirra. Þetta fólk er bara allt, það stefnir hraðbyrinn í klúbbin sem var ekki að glita sjónvarpinu og frjálsu útvarpi og bjórnum, ég meina, hvað er það 1970, Sigur Reynaldsson kom inn á það 1970, þá var það heimilað gegn vilja mjög margra að mjólk væri seldi í maturverslun menn vildu að það væri sérstakar mjólkurverslun þið geti, auðvitað ættu að vera með sérstakar hrísgrónaverslanir og allt þetta sko en fólkið velur sjálft og það er það sem er að koma í ljós núna og þess vegna eru að Hagkaup að stíga þetta skref og það er svo gaman að sjá frelsinu ruddbraut með þessum hætti. Já, framhjá löggjafarvaldinu sem er þetta líka bara... Já, sem er þetta óþægilegt en bara stundum verður það að gerast þegar að menn standa eins og daufdumbir frammi fyrir veruleikanum eins og hann er.
maður segja, áfengisauglýsingar eru bannaðar áfengisauglýsingar bara dynja á öllum þeim sem nota ekki bara tímarit og vefsíður, heldur bara samfélagsmið Rósa Arnari Sigurðssyni og samt sko, að tala um að það er ekki eitt meiri marketing neinstar en hjá ÁTVR sko, munið til skilríkjum og þarna þegar þú lappar inn í fríöfnina og þetta er alveg, óþólandi ég tek nú reyndar eftir því að það er búið að flega fram hinnum ýmsu smásunum en er ekki réttast að minnast á geitina í leiknum. Jú, það held ég. Bónus. Það verður þetta spennandi að sjá þá koma með áfengi í verslanir þegar það kemur. Þeir verða sama fyrirtæki sko, Hagkaup sko. Með lægstaverð, já, en bónus er okkar menn. Svo er það sjálfsögðu með Mason og Vestmann. Já, sem er náttúrulega the enemy of Stefán Einar sko. Ég veit það. Hálfkalt þetta setti fljópi flassi á honum þetta hveti ég til að taka þetta á YouTube. Þetta er alltaf klipp átta fyrir sig sko. Ég skal reyna að vera stuttur núna en skrifa mínútur hjá, við þurfum klippið þetta og sjá svipin á Ég óttast þessa samkeppni ekki og ég með við svona stöðunu kauphöllunni þá hveti Róbert til þess að einbeita sér rekstri Alvotek og láta öðrum eftir í framlýslu En þeir eru nú á misjölustöðum út víða heim og eru að halda Vestmann One byggarinn sem fer fram á laugardaginn á Þeir eru að fara að láta á draga? Ég heldur sem að fara að láta á draga Þeir eru að fara að draga í Vestmann One byggarinn sem fer fram á laugardaginn Þessi veisla verður bæði á YouTube og Twitch á Tessa Dark og live á DFF Ásamt því að vera live á DFF Hjörvar Hafliða opnar held ég Hann leikur fyrsta leik, já Okkar besti maður Það verður ekki varnarleikur, það getur sagt Það verður hrókspið að það fram Hann að tala um það einmitt að fremja spellvirki og leika einhverju endapið þarna bara En þeir eru að fara að draga og Gísli þú byrjar Þetta verður spennandi Hvað fyrir þessi dóttur í sér? Þú ert að draga í fyrstu umferð á mótinu og þú ert komið eitt nafn þarna á blað Þetta er bara með hann Ég lesa nafnið það? Já Það er Magnús Örn Úlfarsson Magnús Örn Úlfarsson Það gæti verið svarti hesturinn sko Og hann mætir hverjum Stefán Einar Það er trúnaðamál Hann mætir mínu góða vinni Hjörvari Steini Gretarssyni Já, það er rosalegt Þeim toppmanni Hann nú hæfið að þú er dreig hann í fyrsta Þetta var mér áður gert Þetta eru 5 MV Já Þetta eru bara fulla vinnu Ertu að fá borgað fyrir þetta? Já Ég er með Dag Ragnarsson Og Stefán Einar er með Ég er með Sigurbjörn Björnsson Sæll Hann er með 2360 Rétt Er það ekki? Jú Er það skáta niður? Já, við erum að skáta niður Við höfum henda miðan bara þetta borðið Já Ég er reynmenn Það er að þriðja einvið Það er Magnús Pálmi Örnólfsson Á móti Já, það kemur sér Ég heyr að þú ert búin að peka upp eftir Hjörvari hérna Það er maður sem Nú ætla ég að spyrja ykkur Hann er með 2229 stig Er þetta Bárðurörn? Já, þetta er Bárður Birgisson Rétt hjá sér Vel gert Þetta er drótart Það var næst síðast einvið Þannig að við þurfum ekki að lesa nöfnum lengur Við lesum bara um stígin Sittum hér á móti Alan Turing og Íslendinga Það er hérna ég með stig heldur sem þið eiga að þekkja Ok Það er 2453 stig Örnljó Nei, það er 2400 Jóhann Hjartarson Heldur betur Sveini Sanni Þá erum við hér með 2269 stig Það er Fuck Örnljó Nei, það er Olga Prudnikova Já, heyrðu, hún kemur enga frá Úkraínu Já Og það er síðast einvið Þá vitum við hver er það Nei, heyrðu, ég er með 2 miða hér Þetta er Já, Sveit hún mátt velja einn Nú er Hinn fær yfirsetu Hann fær yfirsetu, já Yfirsetu dómari Það er ég með legend Er það Helgi Ólafs? Það er Helgi Ólafsson Shit Á móti Braga Þorfinnssoni Sæll Jæja, þá er það að koma reynd Sernín Vínbar 14.00 á laugardaginn Allir að kíkja og við erum live á DFF og Tessa Dark á Twitch og YouTube Það verður vissla, já, hvet ykkur til þess að kíkja við á laugardaginn Og fá menn Vestmann kampaðin í velun Já Magnum eða Vestmann One kampaðinni En Magnum, þú veist, Magnum eins og Haflítis Það verður sko mögulega og þá þurfum við að drekka úr skónum sínum Þetta er budget mót Og það Hjörvar 8 segiru Já, Hjörvar Hafliða, já Stóta fótból Sko Þurfum við ekki að þessa fórstakostningar eða? Já, við þurfum að gera þeim aðeins betri skil Þú þurfum að fara yfir fórstakostningar í Bandaríkjum Ef við vendum hvað okkar er kross og förum yfir í hagkerfið Má skrifa núverandi stöðu á efnahagsstjórn síðustu ára
á ríkisstjórnina? Já, að einhverju, já, bara mjög mörgu leiti. Útgjöld ríkisins eru þetta allt og mikil. Hefst nú þessi leiðilega lestur það. Já. En það bara þannig, ég meina útgjöld ríkisins hafa aukist alveg gífurlega mikið og það sem öllu verra í því öllu saman það að maður heyrir svona æfðaræður hjá sérstaklega sjálfstæðismönnum það af hverju hlutinir eru eins og þeir eru. Af hverju ríkisútgjöldin hafa aukist svo mikið, okkur hefur fjölgað og allt þetta sem alveg hluta til rétt en á móti kemur að kerfið bara að vera stærra og stærra, ríkisstarfsmönnum að fjölga, útgjöldin að aukast alveg gífurlega mikið og við erum í raunin bara að missa tökin á þessu. Já. Það svona stutta svarið við því sem skapar verðbólgu og allt þetta. Sjálfsögur engu við þetta bæta, þetta er starrand málsins. Já. Þetta hefur verið að berjast við innflutta verðbólgu og launahækkanir, það eru líka þættir sem spila inn í. En þessi rosalegi vöxtur sem fór í þegar menn sleftu fram að sér beislun í COVID, það hefur ekki gengið tilbaka. Já, og þrengdu það ekki aftur, sko. Nei, ég segi það. Seðlabankinn á hann einhverja skuld eða geta þið bara bent á hvort annan? Það má alltaf deila það hvort að menn hafi hækkað vexti eða lækkað og hratt eða hægt og auðvitað Ásgeir var mjög öflugur þannig upphæfu COVID og fór á undan og lækkaði hratt og tók auka fundi í því skinn og annað. Maður ásins. Svo eru menn að meta þetta svona fram og tilbaka. Nei, Seðlabankinn hefur lögformlegu hlutverki að gegna og hans öflugasta tæki í því skinni er vaxtatækið og á meðan að ríkið er ekki að draga úr ríkisútgjöldum þá gerist þetta og við sjáum þetta, farið bara inn á stjórnarráðu.is og skoðið bara alla tilkynningarnar nýju útgjaldapakkana. Þetta er algjörlega stjórnlaust. Já. Og í svona verkefni sem eru alveg bara einn fínustu verkefni, en þau geta bara beðið. Það ekki. Ég var ekki Lilja Alfreðsdóttir núna að styrkja eitthvað útilistaverk í Vestmannaeyjum eftir Ólaf Elíasson. Sko Ólafi vantar ekki penningin og Vestmannaeyinga vantar ekki listaverkið og okkur vantar minni ríkisútgjöld. Já. Af hverju djöflinum þá verið að ráðast í þetta núna? Já. Af hverju þetta ekki eitt af því sem að menn sitja og hólt og segir það skiptir meira máli ef við eða einhverju að verja því í vegagerð eða í heilbrigðiskerfið þar sem að peningarnir sannarlega nýtast fólki í nauð. Já, klart. Stýrivextir haldast óbreyttir eftir að menn, sko það er ekki langt síðan að menn kepptust við að það byggðu betri tímar eftir kjarasamningana. Það er annars hlaupið í strokki núna. Sko kjarasamningarnir, það margir að hrósa þessum kjarasamningum því að þeir skapi svona fyrirsjáanleika næstu 4 árin sem út af fyrir sig alveg rétt. En þetta eru dýrir samningar og það gleymist stundum í þessu. Og samningarnir eru ekki byggðir á útflyttisgreinunum, þeir eru byggðir á einhverju meðaltali í atvinnulífinu hér sem bara ekki nógu gott. Mjög oft rifið áfram af opinberum störfum sem er stórhættulegt. Og það sem mun gerast það, ég held að við munum sjá því miður, aukna hagræðingu í atvinnulífinu á næstu misserum, það getur þýtt næstu mánuðum, jafnvel kannski næstu 80 mánuðum eða svo. Við munum sjá fleiri uppsetnir, við munum sjá það að fyrirtæki þurfa að hagræða og fækka störfum. Af því að þessi samningar eru dýrir. Við munum sá fjölmörg ferðarþjónustufyrirtæki lenda í geysilegum vanda. Það er bara bókanastaðan, sérstaklega út á landsbyggðinni, er bara alveg skelfileg núna í júlí og ágúst. Það? Já. Þannig að það er, og ég held að það Eftir að hafa verið góð framan á ári? Eða hvað? Já, þokkaleg. Núna erum menn að sjá svona þessar blokk pantanir ferðarskrifstofuna. Þær eru að falla sig sjálfa, þannig að það losnar 10 herbergja kannski í einni lotu. Já. Og þetta verður mjög þungt. Ég held að þetta sé að hluta til ástæðu þess að það svo fór sem fór í Íslandshótelaútboðinu. Einmitt, ég ætla að nefna það. Gríðarlega öflugt og flott fyrirtæki. Bara ég hef miklar væntingar til Íslandshótel en ég held að þessi stemning og þessar staðrendir, ég veit fyrir víst að bókana síður erlendis eru að greina mikinn samdrátt í áhuga á ferðum til Íslands. Ok. Og á þessu þarf að taka og í þetta er síðan þingið og pólitíkin sem aldrei kemur að neinni verðmætasköpun að tala mikilvægt þess að færa ferðaþjónustun úr 11% í 24% vask. Það þýðir það að þá bara hækka verð hér 13% bara flatt á línuna í einhver algjörlega miskilinni tilraun til þess að ná í meiri tekjur fyrir ríkissjóð. Og þetta ég ætla að fullyrða að þetta drægi ekki úr samkeppnishæfni Íslands, þetta rústenni þegar kemur að ferðaþjónustu. En svona er pólitíkin bara alltaf. Það er bara, hvernig heyrir við pólitíkin að tala um eitthvað annað en skatta til þess að sjávarútveg. Þetta er endurlega umræða það hvernig ríkið á að skattleggja einhverja greinar, hvernig á að ná meiri pening, hvernig á að bæta við reglugerðum, auka eftirlit.
þetta alltaf umræðan og það rauninni engin stjórnmálaflokkur sem að talar, ég vil ekki segja að tala máli atvinnulífsins, en talar fyrir þessu frjálsa hagkerfi sem þurfum á að halda til að skapa verðmæti, til að borga fyrir allt sem við erum að gera þetta, borga fyrir þessi miklu lífskeiði sem við höfum. Og það alltaf rosalegur galli á þjóðfélagsumræðinu, hvernig hún þróast stundum. Já, sammála því. Sem tala það, sko, vinstri flokkar séu kostnir á velmögunan tímum og þá fara allt í bál og brand og síðan takja hægri flokka við og rétti skútun af, en hvert eiga kjósundur að venda sér þegar að hægri flokkurinn, svo að segja, er búin að vera við stjórnvölinn meira og minna og þetta er staðan? Þetta er staðan í dag. Já. Með skrimstaðildina fyrir fram að segja að spyrja það svona. Sko. Ég stýri nú bara hlaðvarpi sem að reyna að leysa þessa spurningu og okkur ekki tekist ennþá. Nei, ég meina það bara, kannski þau eru upprast nú að flokk. Nei. Það væri rosalegt, sko. Það er hræðilegt. Nei, það ekki. Ég er að segja þetta vílandi þegar við höfum verið spurður að því. Já. En þetta er bara mjög góð spurning. Það er bara því miður, eins og ég var að segja það, skortur á því að menn tali fyrir frjálsögu markaðshagkerfi, almennt, lágum sköttum, minni ríkisafskiptum og það er sjálfstæðarflokkurinn ekki undanskilinn. Nei. Hvert kjóstur er að leita annað, ég veit það ekki. Nei. Sammála Stefán? Já, þetta er stóra ráðgátan í dag og þetta er fólk, ég er nú nefnt að áðurum vettvangi að Kristrún Frostadóttir að taka svolítið sömu línu og Keir Starmer í Breitlandi, tala núna mikið fyrir atvinnulífinu og lætur fólk halda að þau séu flokkur atvinnulífsins sem að muni auka hér verðmætasköpun og það er allt gott að blessa sko, þar til að þau komast til valda. Við vitum alveg hvernig það er að því að í grunninn er þetta fólk sem er svona teknokrata að halda að setja fínstilla hagkerfin með þessum skatti og þessari reglugerð og hinn og þessu í stað þess að segja markaðurinn leysir þetta í grunninn í langflestum tilvikum. Þess vegna fylgið að færast á Kristrúnu og af sjálfstæðarflokknum, það er ástæðan. Okkur gíslega stundur leið á hálsi fyrir það að við séum að fella fylgi sjálfstæðarflokksins. Mikið er nú valda okkar ef svo er, ég held að það sé rámt, ég held að við séum beinleinis að benda á þá hluti sem að eru að fella fylgið og flokkurinn er í, ég segi ekki tilvistakrepp, en hann þarf að taka á sig rögg til þess að sannfæra almenning á Íslandi það að hann eigi erindi við ríkisstjórnarborðið og ég veit að vona að hún takist það vegna þess að sjálfstæðistefnan er sú stefna sem að aldrei hefur þurft að hnika til að breyta eða breyða yfir og er sú stefna sem að hefur skilað Íslandi í fremstu röð í samanburði við öll önnur lönd í heiminum. Sorry strákar, nú spyr ég eins og jórturdýr sko, alltaf sama tuggan, ég veit það. En sko, getur sjálfstæðisflokkurinn beitt sér í samstarfinu sem hann er í núna? Getur hann verið hvass og margir að kalla eftir? Og við erum að kalla eftir. Samstæðisflokkarnir eru það. Framsóknarflokkurinn bara tala fyrir ríkisútgjöldum sem að eiga sér enga hliðstæðu og vinstri grænir eru bara að eyðileggja hvalveiðarnar og eru á móti einkarekstri í heilbrigðisþjónustunni og orkuöflun og segja bara nú erum við með innviðaráðuneytið og þá verða enga leyfisveitingar í skipulagsmálum og annað í þeim dúr. Akkur á einn flokkur og þar af sá stærsti að limpast niður og láta eins og hann geti ekki sagt sín og skoðun. Þetta snýst náttúrulega líka svolítið svona það sem að ensku kalla signaling sko. Þú veist að við vitum alveg að sjálfstæðarflokkurinn í ríkisstjórnarsamstarfi með flokkur sem að henta ekki endilega þeirra stefnu og bara í rauninni alls ekki. En hver eru skilabóðin frá flokkum? Hver eru skilabóðin frá fórustunni? Hvað er verið að signala til hægri manna á Íslandi? Ég greina ekki, þetta er bara ljós glæta. Það er vandamál. Það er, þú veist, ef það verður skilabóðin það, þetta er það sem við viljum vera að gera, þú veist, en við erum hins vegar í þessu ríkisstjórnarsamstarfi og þurfum að gera hlutina svona og svona, þú veist, þá væri þetta kannski aðeins skárri, það væri staðaheld í flokksins aðeins skárri. En það er bara ekkert signaling, það er engin skilabóð frá fórustunni önnur en þau að, þú veist, við þurfum að standa vörðum húsfélagið, sko, við erum bara góður gjaldkeri þar. Já. Þurfum að skipta vita mann. Ég veit, þetta er svona hard orða hjá mig, sko, en þetta er svona það sem margir bara upplifa, sko. Já. Það er samanlega, sko. Já, algjörlega. Kannski ég fá að spyrja ykkur nokkuð stuttarspurningar. Er eitthvað örugara en að Kristrún verði næsti ríkisstjórn? Ég myndi veðja á það. Já. Eru Píratar slagasti stjórnmálaflokkur landsins? Eru hvað? Slagasti stjórnmálaflokkur landsins? Er ekki stjórnmálaflokkur. Nei. Eru bara kjánar. Já. Bara samansapna stjórnlausu fólki.
Já, fólk sem veit ekkert hvað það vill, veit ekkert hvað skoðan það hefur, veit ekkert hvað það er að gera. Þú eru ekki að mæti spursmál. ekki? Nei. Viljað ekki. Er Viðreisn hægrað miðjuflokkur, sjáu þið sameiningu aftur í kortunum? Viðreisn bara, já ég veit ekki hvað, ekki hægri flokkur, en kannski einhvers konar blanda af miðjuflokk og stundum populistaflokk, sko. Ég miðji og hægir, jú, ég meina þeir tala núna fyrir því að hefta ríkisútgjöldin og annað, en svo bara eru þeir auðvitað með þennan djöfulega draga sem er Evrópsambandsaðild, sem er bara það sem veldur því að þeir ná ekki flý. Fólki fara að sjá í getum það líka. Mun VG þurrkast út í næstu kosningum og jafnvel Framsókn líka? Nei, ég held ekki, en sko ég held að það sem að nú er þetta Katrín hætt og Guðmundur Ingi er starfandi formaður sem hann verður líklega ekki lengi nema bara eitthvað annað gerist þar innan hús. Líklega er Svandís kannski líklegasti kandidatinn til að verða formaður. Svandís Svavarsdóttir er held ég alveg sátt við það að vera formaður í 7% flokk. Hún telur sér ekki þurfa 12, 13, 14, 15%. Þannig að það er, ég held að hún sé miklu upptöðnar því að skerpa á hugmyndafræðinu og halda flottum í þessu. VG er auðvitað svolítið svona rebelflokkur í rauninni. Hún líður ekkert rosalega vel við völd í rauninni. Þú ert að segja að Svandís verður næstu formaður og þeir verða með 7%. Já. Og Framsókn þurrkast ekki út en þeir eiga þetta einhvers konar eyðimerkur göngu held ég framundan. Já, hún har náð 2 kosningasýrum í röð núna í bæði borginni og... Já, og svo sitja þetta uppi með borginna. Við tökum það aðeins eftir. Já, ég þarf að komast heim fyrir forstakostningar. Ég er ekki búin að kjósa auðvitað. Þessin er ég að taka stuttaspurningar. Það er samt eins með Framsókn eins og við vorum að tala um bullið í forsetakjörinu. Þú getur bara keyrt svo lengi á innantómum frösum og þetta er ekki best að kjósa Framsókn svona. Flesti sjá að það var bara ekkert endilega best, sko. Já, ég ætla að slúta þessar umræðu með einni lokaspurningu var þetta, erum við ekki á smá villigötum þegar Sjálfstæðisflokkurinn er farin að gefa skólamáltíðir til krakka sem koma reynslu og eru í skólan og Áslaug Arna vill fella niður skólagjöld? Þetta með skólamáltíðir er náttúrulega algjörlega galið. Bara það er alveg fáránlegt að við séum að gefa skólamáltíðir. Það voru bara neittir út í það. Það var Katrín Jakobsdóttir, þetta var kosningagjöfin hennar. Já, hún barðist mikið fyrir þessu og fekk verkfallshreyfinguna með sér í lið þarna. Þetta er bara eitthvað glataðast það sem, Samtök atvinnulífsins lúffuðu bara alveg leið. Eikur Matarsson. Og sendu bara reytingin á atvinnulífið og skakkgreiðendur. Það var helst kannski... En akkur ættu þeir ekki að taka þessari gjöfeins hendi frá kvötu? Samtök atvinnulífsins? Já. Af því að það er alltaf atvinnulífin sem borgar þetta lokum. Já, en þetta er bara fáránlega ástöðun. Við erum með kerfi sem að tryggja það að þeir sem ekki borð fyrir báru, þeir fá skólamáltíðina greitar. Hinnir... Þetta voru ekki söng í skólan. Nei, það er ótrúlega... Þetta skrifast 100% á kötu. Og búið að sína það meðal annars á Reyðarfirði og víðar að þegar að þetta kerfi er tekið upp með fríum skólamáltíðum að þá eykst matarsóun alveg gríðarlega. Að því að mörg börn vilja ekki borða en það gerst ráð fyrir því og þau koma með nesti og annað og svo bara matnum hent. Þannig að þetta er bæði þetta umhverfislega vont og efnahagslega. Þetta er bara alveg skelfilega ákvörðun en það sem gerir hana svo hættulega er að það er svo auðvelt að skapa svona múasingi í kringum hana. Þetta hljóma svo vel. Þú greinlega koklistir við þessu. Er ég það? Já, og hefur algjörlega rámt fyrir því. Já, vertu úti. Já. Bauðst þú mér það? Ég veit ekki það. Takk fyrir að leiða mér að sitja þetta með ykkur strókar. Nei, en ég alveg tala sko samtök atvinnulífsins sko ég skila með nokkuð einfaldari röksemdafærslu má færa rauk fyrir því að þetta lendi á atvinnulífinu en ef þú ert að pæla í bottomlænu fyrir fyrirtækin þá hlýtur að gera þetta frekar en að gangast undir einhverja kjarasamninga. Stóra vandamálið er kannski miklu frekar það hvað aðeila vinnumarkaðarins, bæði verkfallshreyfingin og þá vinnuveitendur leita mikið á náði ríkisins til að klára samninga. Það er stóra vandamálið. Og einhvern veginn fór þessi síðasta samningalóta, hún fór mjög snemma í það að hún stýrist miklu leitu það hvað hið opinber ætlaði að gera fyrir þessa aðeila. En ekki hvernig menn ætla að leysa málin sína milli. Já, algjörlega. Strákar, bara svona ein létt hérna. Eigum við að skiptum formann í Sjálfstæðisflokknum? Svona þegar hann er næsti gestur í okkur. Já, og hver væri það þá? Ég er ekkert endar á því að við hefum að skipta formann eða Sjálfstæðisflokkurinn er að skipta formann. Það verður bara
komið ljós. Það er bara eftir hvað Bjarni gerir ef hann tekur á sig rögg og reisir flokkinn upp úr þessum öldudala þá getur hann verið það áfram, ég treysti honum mjög vel ég reyndar, þegar maður sér hann nú út í Malaví og víðar á fundum með forsætisráðurinn innan Norðurlandan og Ólaf Scholz, kanslari Þýskalands og annað, þá spyr maður sig af hverju við erum ekki með svona kandidat í forsætakjöri hann væri auðvitað, ef að menn er að tala um glæsilegan fulltrúa erlendi grundu, þá var þetta Bjarni Benediktsson sem er höfðuna herri en allir og tala reybrandi ensku og með alla þessa reynslu sem hann býr yfir en það er annar mál það er alveg augljós það er ekki Þú hefði getað verið að tala um Kötu þarna það er alveg, nei Hún er ekki höfðinu herri en allir Nei, hún er það ekki bókstaflegu skilningi en ég er ekki sem að voru átt við það í þeim skilningi sko. Nei, en það er ekki augljós hver á að taka við formennsku í Sjálfstæðisflokknum og þar getur ýmislegt gerst og ég held að það séu reyndar margir að máta sig eða svona taka taktískar ákvarðanir pólitískt núna til að eiga vonum það að taka við embættinu ef Bjarni skildi ákveða þetta. Já, ég er með nokkuð nöfn en hand ykkur og Sjálfstæðisflokkurinn þeim með alveg stelum sem listaði viljið en það er Þórdís Kolbrún, Ásdís Halla, Halldór Benjamin Elliði Vignisson, Guðlaugur Þór Heiða Guðjóns, Brynjar Níels og Áslaug Arna Choose your fighter Og ætlaði að segja Ásdís Kristjáns, ekki Ásdís Halla. Ég ætlaði að segja Ásdís Halla en líka Ásdís Kristjáns líka Ég heit hann að vera að segja Ásdís Rán og Ásdís Rán líka, ég ætla að bæta henni við Ásdís Arna 3 ár Nei, við veljum það ekki, það verður bara komið ljós þjóðmál munu gefa það út Var það ekki King Heiða Guðjóns eða? Ég er þetta gaman að sjá Heiðar í pólitík það væri mjög skemmtilegt sko. Það er svona, já en, okay. ég er ekki sem hann myndi nennaði mjög lengi Nei, ég er ekki vissum en já, hann er sterkur hugmyndafræðilega Hann er nú komin inn í stjórn Íslandspós Já, Sá sem nennir það? því, hann nennir öllu Klára þessu umræðu hvað það Sjálfstæðisflokkurinn gera til að rífa þetta fylgi í gang? Bara tala fyrir hugsunum sínum, tala fyrir frjálsum markaðsækjurfi, tala fyrir því sem hann stendur fyrir. Hlusta á þjóðmál. Hlusta á þjóðmál. Takk. Þakka bensínstöð á lóður. Þú fara aftur að tala um fóstakvöld. Hvaða farst ykkur? Ég er að býða eftir að Dagur B. Eggertsson komi til mín í spursmál. Það kann að vera að það verði í næstu viku eða þar næstu og þá ætlum við að fara í þessu mál. Þannig að ef ekki að geima þá umræðu þetta þá. Jú, við getum gert það, en maður spyr sig hvar allir spillingarsérfræðingarnir eru þegar áreins. Eru ekki á Tortóla? Eru hópferð? Vettvangsathugun? Ég hef bara áhyggjur af Transparency í Æsland þarna samtökunum. Það er náttúrulega Atli Þór Fandal hættur, var hann inn á Pírötum. Það er bara svo öllu sem saman spillinguna í landinu. Ég held að þau séu í vísindaferð á Tortóla undir styrkri leiðsögn Vilhjálms Þorsteinssonar Tortóla Hann er staðkunnugur. Hvernig fannst ykkur Dagur kom út úr sem kveikstætti? Illa, mjög illa. Maður sjá, þetta er einhver staðar og svo fann hann þetta ekki hérna, þetta var ekki alveg nægilega En María segir hún ekki skamma sín fyrir að birta þetta á RÚV? Mjög úr takti við RÚV, þetta átti að koma í veg fyrir að birta þetta. Er það ekki að því að Stefán Eiríks og Dagur B. eru best beðið? Það getur við ekkert fulllistum. Nei, ok. Við þurfum bara að borga okkur ánættagjöld og þetta er skjald. Nefskattin. Ég hafði ekkert um það að segja stókust, þið gerir það bara. En hringdu, þið hafið eitthvað um það að segja hjá hvaða símafyrirtækið eru? Já, það er frjálsmarkaðið þar. Það er frjálsmarkaðið þar og það er ótakmarka neti við 4G og 5G á 290 hvort sem verður minna. Það er ekki slefum dill. Verður ekki betra? Nei, verður ekki mikið betra en það. Sko, Stefán Einar, þú varst að tala um á hann að Katrín hefði gert sérstaklega á ungum drengjum óleik þegar kemur að því að segja sér menntun og menntakjörn í heilsinni. Sko, hversu mikilvægt er það fyrir ungt fólk og þá sérstaklega drengi að segja sér menntun strákar og fara í háskóla? Ég þetta skiptir miklu mála að ná sér menntun en stóra spurningin er auðvitað hvernig menntun. Og það er ekki endilega alltaf spurning um hagnýta menntun en það þarf allan að vera eitthvað annað en dellumenntun. Ok. Og ég kannski óþarf að fara of langt ofan í þá umræðu en það eru ákveðna greinar sem hafa sprottuð upp innan háskólasamfélagsins sem eru hrein della og er ekkert hægt að ætlast þess að fólk fái vinnu á grundvelli þeirra menntunar. Okay. Ekki á grundvelli mentunar, það getur vel verið þessi öflugt fólk sem að geti lært hvað sem er og geti leist hvaða verkefni sem er sko. Getur við ekki vinnu hjá ríkinu? Já. En þú veist, við þurfum að hugsa um hagnýti, bæði hagnýti fyrir samfélagi, líka hagnýti fyrir einstaklingin. Þannig að hann bara til dæmis skilji umhverfið sitt. Og eitt af því er kristinfræðikennsla í grunnskólum. Bara ef að börnin okkar eiga að skilja bókmenntir og listaverk og orðatiltæki og það hvernig okkar velferðarkerfi er byggt upp tungumálu og annað.
þá verða þau að þekkja sögur biblíunar alveg óháð því hvort þau trú á Guð eða ekki. Já. En það er bara skólarnir eru að vanrækja þetta stórkostlega í einhverju miskilinni tilraun til þess að þjóngast við eitthvað fólk sem að ekki einu sinni hér. Þetta eru bara hluti sem að þarf að hafa í huga og við þurfum bara að halda í klassíska menntun og hagnýta menntun til jafns. Já. Og þá held ég okkur farnist vel. Já. Samanlega Já, algjörlega, og það bara menntakerfi leggur ekki nógu mikið upp úr hæfni, það er kannski stóra vandamálið. Þú spurði hvort að strákar ætti geta að fara í háskóla, þeir eiga allan eiga þess kost að geta að fara í háskóla. Það er kannski rétta svarið. Sko. Já. Við hvetjum alla til að fara í háskóla. Taktu stökkið. Já, til þess að minnstakosti kynna sér það og háskóli eða öflug iðnmenntun. Það sækja sér aukna menntun, hvort það er háskólamenntun eða eitthvað annað. Ég gleymi nú aldrei, ég hitti 20 stráka Norra Akureyri fyrir svona 2 árum. Þá voru þeir búin við vélskólan og þeir vélstjórar á stórum fiskiskipum íslenskum. Þetta voru klárir, öflugir drengir í hörku formi sem töluðu kjarnirt mál og áttu sína íbúð og hnikluðu bara vöðan og rifu kjaft og þetta var bara alveg frábært. Ólít okkur. Já, ég sé, já, við getum auðvitað ekki hnikla vöða sem ekki eru til staðar. En þetta er nú eins og það er. Já. Viltu taka... Nei, hendum okkur bara riddara. Er það ekki bara, ef ekki að henda okkur í riddarana? Já, Stefán var smá óþreyjufullur. Ég er að fara að taka mjög stórt, 2 stór viðtöl í fyrramáli, þannig ég byrði ykkur afsaka það. Nei, þú kemur bara aftur sérna. Þið báðir. Má sjá. Riddaraspendingar. Já, þetta samt, maður bara bæta einu við þetta því við vorum að tala um iðnmenntun og þetta. Þú veist, það skiptir líka máli að ef ég fæ að bæta við það. Já, gjörðu svo vel. Það skiptir máli að í þjóðfræðinu sé virðing fyrir þessum störfum, bara iðnaðastörfum, þú veist, iðnaðamönnum, fólk sem lærir að mála, dúka, smíða, bifurvirkjun og allt þetta, þú veist, þetta er einhvern veginn Ekkert að þessu gerist að sjálfu sér. Nei, það hefur skort á þessu og við höfum bara því miður einblítt allt of mikið á bóknám og mörguleiti bara tilgangslust bóknám. Já. Og hvað sem Heiðar Guðjónsson sagði í viðtalinu þegar hann sagði það er allt of margt fólk sem heldur að þetta leysa allt í gegnum síman. Já. En það er bara fullt af hlutum sem leysast ekki þannig. Það þarf að framleiða álið, það þarf að leita upp í gullið, það þarf að framleiða bílana, það þarf að sækja olíuna yður jarðar eða góðmálmana til að búa til rafhlöðurnar fyrir rafbílana fyrir góða fólkið. Þetta er bara mjög flókið og erfitt mál og verður ekki leyst í Excel-skjali eða á einhverjum kaffihúsafundum á Kaffi Vest. Nei. Og ekki á ráðstöðum í háskólanum, sko. Nei. Heyr. Riddarspurningar, þær eru í bóði lengjunar, settu spenn í leikin og tippa á lengjunni. Já. Búlan, hún er eins og hún hefur verið, svo langt besta. Búlan. Rétt. Ellingsen, Devolt Brís, létt mjúk og 100% ofurfín meira nú. Það er náttúrulega sko, svakaleg gæðamerki í Ellingsen. Já, bara þvæla. Já, endilega kíkja á þá. En það er komið að riddarspurningunum. Eru allir að fara að fá óvertrúðu lánin sín á breytilegu vöxtum endurgreitt bara eftir dómstól dagsins? Nei. Fullnaða sigur hans breyka? Segir. Þetta er bara algjör þvæl. Þannig að fólk lesa ekki, það er verið að kalla þetta ítarlegri lánaskilmálum. Því þetta 90% fólk lesa ekki þessa lánaskilmálum. Þetta munur kannski skerpa á vinnulegi bankana, ekki öðru. Nei, einmitt. Orðalegi breytist. Það þarf ekki að skerpa á því, þetta liggur ljóst fyrir. Ég var sko, því ég er með óvertrúða breytilega. Okkur gæti ekki verið meira sama. Já, en þannig ég fæ þetta ekki endurgreitt. Nei, útilokað. Bara vonandi ekki byrja hver á að borga það. Við fjármagnseigendur. Þið skattgreiðendur. Já, þurfum við alltaf að punga út þegar þú skrifur undir eitthvað pappir sem þú skilur ekki. Já, ok. Þetta var fullnaða sigur samkvæmt breyka. Ippon. Unnar Páll spyr hver í fjandarinn með King Höddi Æs. Hann saknaði hans í kvöld. Er hann ekki bara heima að passa? Nei, hann er heima að pakka fyrir Helsingi fyrir hann. Já. Eða það er að segja hann er heima hjá mér að pakka fyrir Helsingi. Ég er að gera það sko. Hann sem sást þarna í kvöld. Já. Sannarlega. Pétur Stingur hlustandi segi 2 uppáhaldsslagverk með mín aldrei vekja mig. Takk Pétur. Takk fyrir að hlusta Pétur. Já, takk Pétur. Pétur Kletturinn. Já, Kletturinn. David Jones vilja bara minna á að döflurnar þeirra eru stútfullar af járni, vítamíni og steinefnum, bæta meltingum að eru að sjálfsögðu leinitryggs í svefnherberginu. En þeir spyrja einnig, vantar ekki nýjan alvöru frjálsökjuflokk á Íslandi? Svolítið sem var að tala um áðan. Ég áttum ekki að því, kannski vantar það. Vá, eftir forsetakosningu. Kannski ekki. Kannski ekki. Ég held allan að sko það sem hefur alltaf verið svona trendið hjá sjálfstæðisflokknum, ekki bara núna heldur kannski síðustu 20-30 árin, er alltaf að reiða sig á það að hægri minn hafi ekki annað að leita og endi bara því að kjósa sjálfstæðisflokkin og sem er auðvitað bara staðan. Já.
hvort það komið nýr flokkur ekki, ég held ekki, hægri menn þeir eru ekkert upptöndur að þeir vilja verið í pólitík sjálfir. Nei. Það Þeir eru íhaldsamir. Já, en þeir vilja bara græða á daginn og grilla á kvöldin. Einmitt, já. Við fögnum því. Það seti hjá. Það hjáseta. Nei, ég held að Stefán Einar hann muni stofna stjórnarflokk eftir svona 4 ár kannski. Já. Sissó spyr, mun Samfylkingin fara í stjórn með Sjálfstæðisflokki eða verður vinstri stjórn? Ég gæti alveg séð Sjálfstæðisflokkinn og Samfylkinguna að vinna saman ef það er eitthvað svona hvað ég segja, svona framtíðarpælingar það að byggja upp eitthvað alvöru hagkerfi hérna. Erum alveg með alvöru hagkerfi, þú veist, bara byggja það frekar upp, auka við atvinnulíf, ég held að ég gæti að sé það gerast. Ég sammála því. Ef þið gáttu unnið með, Stefán, ég fæði að spyrja ef þið gáttu unnið með VFG, þá hljóta að geta unnið með Samfó. Ég gátt náttúrulega ekki unnið með VFG. Okay, þið gerðu það í 7 ár, svo þetta er 7-8 ár. Þið? Þið er náttúrulega... Ég hef hvorki setið þetta ríkisstjórnarborð nega á Alþingi Íslendinga. Nei, en þið eru sjálfstæðismenn samt. Ég hef haft allt á hotnum mér varðandi það hvernig VFG hefur gengið fram og hvernig þeir hafa svingað fram sín stefnumál og ég held að það hefur verið mjög til vansa fyrir Íslands samfélag og við séum að bera tjón af því núna og við munum gera það í mörg ár enn af því að það tekur tíma að vinda ofan þessu rugli. En hvort er eitt skárra VFG eða Samfó? Samfylkingin eins og hún er núna er miklu skárri. Það var auðvitað ekki hægt að vinna með loga á þeim þegar þau voru hérna í tilfinningarlegu uppnámi alla daga. Já, í þeirri vegferð sem þau voru. En ef að Kristrún heldur stjórn á sínu flokki þá er hægt að vinna með Samfylkingun. Orðið sem ég var kannski að leita á þann að ef þetta er einhvers konar svona framfarastjórn þá held ég að þetta geti virkað. Já. Okay. Viðreisn. Já, Viðreisn, já. Nýja Viðreisn. Já. Hversu mikilvægt er það fyrir íslensku þjóðina að ríki standi í rekstri? Ef við nefnum þetta með ÁTVR, Póstinn, Bíóparadís, bankastarfsemi og nú tringastarfsemi. Það er ekki náttúrulega, ég er bara ekki að standa í neina þessu. Punktur. Þetta var snögg afgreitt. Ég meina, þeir eru konur í hlaðvarpsrekstur. Já, þeir eru komin í með TikTok-rein. Þessu fólki er bara ekkert mannlegt óviðkomandi. Þetta er bara alveg ótrúlegt hvað þetta fólk er tilbúið til að seilast langt fyrir pening annar. Já. Við erum með ríkisforstjóra í forstaframboði. Þetta er alltaf, já, þetta er tóm þvæla. Tvo ríkisforstjóra. Já, einmitt, já, 2 ríkisforstjóra. Og hugsaðu ykkur bara allt fólki sem er að vinna bara eins og, þú veist, fjölmiðlanefnd, bara gott dæmi. Sko, ég meina, þið hafi allir verið í einhverju fermingaverslum, útskýra fyrir frængum ykkar hvað þið vinni við. Já. Og það gengur ykkur svona misvel og allt þetta. Haldið að vinna fyrir stofu eins og fjölmiðlanefnd eða neytendastofu og vera að segja einhverju gamli frængur frá því hvað þú gerir. Þú veist, það getur enginn verið stoltur að því. Það getur bara ekki verið. Já, ég náði 7 bakaríum í fyrra sem voru mjög vilsa verðmerkingu. Bara stoltur af mínu starfi hjá neytendastofu. Við Gísli biðjum fyrir þessu fólki á hverju kvöld. Og ég meina að vinna hjá fjölmiðlanefnd, þú veist, við að gera ekki neitt. Þú veist, þessi störf skipta enga máli, skapa engin verðmæti. Þetta er bara að slíga samfélagið. Rétt. Eigum við að hætta með ríkistyrki til stjórnmálaflokka? Já. Og fjölmiðla. Takk. Hvernig væri draumaríkisstjórnin ykkar? Það er ekki hægt að svara því núna. Ekki að meðan að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki á beinubrautinni. Já, bara ríkisstjórnin sem tala fyrir því sem við vorum að tala um áðan, bara frjálsum markaðsakjöri, lágmarksköttum, ríkisafskiptum. Já, ok. Sko, áður en ég kem að rúsunni í pilsvendarum hjá þér, já, Birkir, þá langum við bara að minna örsnögt á Kimi sem eiga auðvitað 30 ára afmæli Hermann Guðmundsson, hann var 30 ára skál fyrir þér Hermann. Frábæra bílafurur. Já, afmælis kveðju. Kimi.is. Og svo eru við þetta með frumeri og kaupa alla minna olíu frá Elf. Eru þið ekki með það? Margar tunnur á mánuði. Ég fóð mér þjóðmálabotla til Hermann svona bara í vikunni. Já, laglegt. Já, menn þurfa þetta eru forláti bollar. Já. Menn þurfa að tryggja sér eintak af því áður en þetta er væntanlega rjúk út. Já. Sjóðandi heitir. Frumeri, allir með 5 í endastað drífa sér í skoðun og ég var nú búin að koma inn á það hvað bónus eru frábærir. Og að öðrum ónefndum viltu aðeins minna á rúsinuna? Nei, það er bara sem að Stefán Einar var að tala um í morgun að sem gerist í morgun er að Hagkaup náttúrulega tilkynna smásöluna áfengi á netinu. Heimkaup er að mæti það líka bara svo að taka það fram í mínu einhlaðvarpi en eins og við vorum að tala um ástrakar bara síðast umræða kvöldsins að hvenær leggjum við bara ÁTVR niður og láta bara frjálsa markaðir á það? Ekki seinna en í gær. Og hvað er að frétta hjá Sjálfstæðisflokknum? Við erum að tala um RÚV, við erum að tala um ÁTVR. Næsta spurning.
Nei, þú veist, í alvegni Það er bara ekki hægt að svara, menn eru bara ekki að ná þessi í gegn. Þetta eru augljósi hlutir sem að myndu gera samfélagi betra, draga úr sóun, kostnaði ríkissjóðs, auka frelsi einstaklinga. Það er allt gott við að losna við þetta. En menn dæla í þetta peningum og þess er ekki langt að bíða átíð að verði rekið með bullandi tapi. Það er sennilega nú áfengisalan rekið með tapi nú þegar og tóbasalan heldur í uppi. En miðað við tölurnar sem við sjáum í nýjasta áfengi Ríkið fær nú samt sitt sko, við hækkum bara skattar á þetta. Já, þú getur líka bara að hækka skattan á einkafyrirtækin sko, og það eru menn að gera líka sko. Þannig að það er engin rök í málinu. Gísli Freyr, Stefán Einar, við viljum bara þakka ykkur fyrir frábært kvöld. Kærlega. Já, miklu frekar, gaman að fá að koma hérna. Ég segi bara góða ferð til Helsingi. Takk fyrir Takk fyrir kvöldið, takk fyrir okkur. Gibbis. Yes, takk